Já, komið sæl, sunnudagur og Synir Egils að vanda hér á samstöðinni. Á eftir koma til mín Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og þau ætla að tala ESB. Við byrjuðum á svona ESB-umræðu svona dýpri í síðasta þætti og ætlum að halda því áfram núna. En í vettvang dagsins eru komin til mín Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins og Sigurður Hilmarsson, alþingismaður Sjálfstæðisflokksins. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Byrjum aðeins á þér, Magnús. Þingið ykkar svona fyrir í sögubækur, það síðasta sem var hvað fyrir rúmri viku eða hálfum mánuði. Já, komum vika síðan. Já, og það aðalega fyrir framgöngu Ingu Sæland, menntamálaráðherra. Hún talaði einhvern veginn svona, það fór þvert ofan í ykkur, flest öll, það ekki rétt? Jú, það má alveg hygglust segja það og það er svo sem kom inn 10 dagar síðan og þetta fólk sitt yfir mig þekkir það að vika langur tími í pólitík og hvað þá 10 dagar. Þannig að það má alveg segja það kannski upp frá þessum svona samtölum sem voru og svo 50 deginum þar sem að við vorum kannski ennþá pínlítið að svona rakta það að fara sitt hver áttina. Þá höfum við nú ágætis samskipti og samtöl sem að kannski svona bera einhvers konar klæði á þau vopn en þetta var óvanalegt fyrir okkur að upplifa það að fá svona sumir sögðu nú við mig að þetta var svolítið þess að vera elli júþvingi, ég hef ekki komist þangað. Það er á þegar hann svona bara hendi fram stefnu svona sinni fram á svona þingi og við erum auðvitað ekki bara vön því og það er alveg þannig að þingi svona markaði svolítið að því að við hefðum svona, höfum ákveðnar áhyggjur af því hvernig svona rödd kennara heyrist og höfum það alveg, það er svo sem haldið áfram, það er búin að vera nú eru svona sveitarstjórnarkosningar að koma og við höfum auðvitað áhyggjur af því að við séum svolítið að lenda í fleiri samtölum þar sem við svolítið verið að tala fyrir hlutum sem að við myndum vilja hjálpa fólki við að leiðrétta kúrsinn á. Þannig að svona frá þinginu okkar, við vorum með þetta þingið mjög vel fannst mér, við vorum náðum að ganga frá svona stefnum og strömmum sem við þurfum að vera að gera reglulega og vonandi þá bara erum við að bara þramma áfram einhvern breiðan veg með stjórnmálanum því að við gerum okkur grein fyrir því að við erum eigum að vera, hluti af liði og vera að styðja við þau verkefni sem að stjórnmáli velja. Við þekkjum alveg reglu lýðræðisins og viljum vinna eftir þeim en viljum auðvitað röddin okkar sé fyrr í umræðinu heldur en kannski birtist þarna. Undir ræðu Ingu Sæland að þá voru dæmið þess að bara kennarar, þingfulltrúar, gengur var úr sal á meðan. Já, það gerðist þannig og kannski ekki jafn stóru mæli eins og kannski fréttirnar voru en það var alveg þannig og við höfum alveg farið yfir það að svo ég sagði áðan að við erum kannski ekki vön því að málin séu settra með þeim hætti sem þarna voru mál sem hafi þetta verið í einhverju umræðu, einhverja gjöf, einhverju skóla, farsímamál, svona hluti sem hafa verið svolítið á tilfinningasviðinu og það hafa alveg verið hlutir núna frá áramótum þar sem það hafa orðið svona ákveðnir árekstrar í samskiptunum. Þannig að það var þannig það voru fólk í mínum hópi sem sýndi svona ákveðna mótstöðu með því að yfirgefa salinn undir ræðunni en það voru svo sem, það voru ekki flokkar. Þetta var ekki bara út af einkunnum og tölustöðum og bókstöðum? Nei, ég hef alveg passað mig á því að benda á það að ég er náttúrulega búin að vera það lengi í þessu kerfi, var þess að var breytt úr tölustöðum í bókstafi og þetta snýst ekki um það því að ég held að við séum miklu frekar að svara svolítið því að það hefur svolítið borið á því og bara í alþjóðlegri umræðu menntamál og að svolítið að koma til okkar í Íslandi núna. Það er svolítið verið að taka kollsteypur í kerfunum, breyta hlutum sem þetta kerfi er 10 ára gamalt max sem við erum búin að vinna í, sem við förum í gegnum þá má segja fleiri hluti þar, þannig að það er miklu frekar þessi umræðu það að menn skipti bara um gír og fari bara í allt aðrar áttir því að kerfi svo skólakerfi þróast frekar hægt og ef þú ætlar að ná árangri þá þarftu að vera á þeim stað að við séum öll tilbúin að fara í kursinn Þannig að það var miklu frekar það heldur en þessi efnislega umræða. Ég sé alveg, og breytingin í umræðinu hefur mér fundist vera að til dæmis skilaboð frá ráðuneytinu hafa verið þannig á ráðherranum að fólk vilji fara í endurskoða aðalnámskrá sem hluti af þessu verkefni og það er það sem það er auðvitað að gerast. Fyrir barn í skólakerfinu okkar
þá skiptir ekki máli hvort það fær 10 eða A eða veit hvað það fær einhverjuna fyrir og hvað hún skilar þér svo. Þannig að það var miklu frekar svona eins og ég sagði á, þessi svona óvanlega leið að fá bara allt í einu bara, við gerum þetta bara svona. Það var eitthvað sem við vorum að svona gera athugasemd við. Sigurður, þú búin að sitja á þingi í vetur, þú verður leysa Áslaugu Örnu af. Nú hún búin að búið heimkomu. Já, með mitt. Og þá bara lögmennskan aftur eða? Já, ég bara laka til að fara aftur til minna fyrir starfa í lögmennskunni. Já, en hvernig þetta búið að vera? Herðu, þetta búið að vera bara áhugavert. Heilmikill lærdómur. Ég fór inn í þetta starf svona, ég ætla bara að vera stoltur af svona minni veru þarna inni. Vera bara samkvæmur sjálfur mér, ekki láta anna mér út í einhverja vitleysu, reyna að gera gagn, þetta fyrir bara samfélagið og sjálfstæðisflokkinn sem ég þá fulltrúi fyrir líka og ég hef bara haft gaman að þetta skrítið vinnustæður. Það verður bara að segjast þess og og oft þetta verður maður mjög hissa sko. Þá það náttúrulega þetta sko, ég er kannski vanur því ég með þetta flytja svona minn málstað fyrir dómstólunum sko, yfirleitt og þar nú svona ámann hlustað og náttúrulega einhver þá hinum megin lögmaður gagnaðala sem að tefli þá fram einhverju svona mótrökum og þannig að það verður svona rökgræn umræða, stundum meira sér vituleg og en þú veist samkvæmt einhverju svona kerfi og við tökumst í hendur alltaf eftir málflutningin og erum bara góði vinir líka sko. En þarna sem sagt finnst mér aðalega svo lítið hlustað sko og ég skil það alveg svona kannski mér finnst það óheppilegt gagnvart okkur sko í stjórnarandstöðunni en svo þetta líka bara þú veist hina þessi samtök þú veist það getur verið sko þú veist fulltrúar atvinnulífsins þú veist launþegahreyfinga sérsambönd bara eins og kennarasambandi eða bara Seðlabankinn fjármálaráð þú veist hvað það heitir sko það svona lítið hlusta það svona svolítið mikið svona bara vaðið áfram og ef ég má aðeins bara koma inn á þetta sem að Magnús var að segja sko að ég náttúrulega fylgdist með þessu að nokkur athygli sko og þú veist, ég hef af þessu nokkrar áhyggjur bara og ég veist, bara 3 barna faðir og þau eru nú öll svona á grunnskóla aldri sko og þetta þetta ekki gott það kasta svona í kekkja á milli eins og þarna ráðherrans og kennarasambandsins sko og þar hefur eitthvað mistekist sko og svona ég bara hef af þessu nokkrar áhyggjur sko því að málefni svo mikilvægt sko En fór Inga ekki offari bara? Ég sko, það fólk sem búin að vera að tala eitthvað allt annað. Já, sko, ég held að þetta sé þetta klassíska sko, eins og ef maður hugsa sko leiðtogan, að þá það sko hans hlutverk einmitt að vera sko að leiða einmitt, bara halda í höndina á hvort sem að þjóðinni eða ríkið eða hvað hann sko halda svona í höndina og fá hana með sér í einhver svona vegferð. Og þá skiptir þetta máli, þú ert ekki að ýta að hrinda sko heldur að þetta fá fólk með þér í lið það svona verkefni og það náttúrulega augljóslega tókst ekki þarna sko þannig að þetta stundum svolítið svona þú veist, ég veit ekki, ég nú svona orðvarg maður svona almennt sko þannig að ég segi nú bara svona minnst hvað svona merki með að maður að setja hennar ræðu sko en þetta verður stundum svona svolítið svona svona svolítið, getur kannski orðið svolítið groddarlegt sko. En þú varst að tala um það sko úr lögmennskunni, ég skrifaði dómsmál talsverðin áður fyrr og þá dýrkaði ég að vera í Hæstarétti þegar Þórir Vilhjálmsson var dómari því að hann sagði lögmenn alltaf ræðu á sem fyrirgefðulegum mér lífsins ómögulegt að skilja hvað þú ert að fara getur skýrt þetta aðeins betur ég bara næ þess en það ekki þannig í þinginu Nei, það mætti vera eitthvað svona síðæðisvörður sem og þetta bara algjör plagsiður sko ég svona þú veist ég vil meina það sé nú ekki bara vegna þess að ég hérna í stjórnarandstöðunni sko, en ég svona, þú veist, ég í grunni bara náttúrulega sem lögfræðingur að þá ég svona sko talsmaður þingsins og skiptir óbúslega miklu máli að þingi sé öflugt, sterkt og sjálfstætt, það auðvitað veitir sko framkvæmdavaldinu aðhald, við höfum eftirlit með störfum framkvæmdavaldsins sko
Og þar auðvitað sko kemur forseti þingsins skiptir mjög miklu máli og hún svona sagði það nú í upphafi held ég þessa þingvetur eða það síðasta hún svona ætlaði sér að vera sko forseti alls þingsins sko. En mér finnst en mér finnst það sko þurfa að þetta virkar ekki alveg, þú veist, það er bara fyrirspurnum svara, skriflegum fyrirspurnum svara, seint og illa, þú veist þessar munnlegu óundirbúnu fyrirspurnir, þetta er bara til einskis nýtt sko, menn bara blaðra út í óendalegum. Það vil ekki svara þá. Vil ekki svara sko, já, og svo bara eins og við vorum að ræða þú veist þessi opni nefndarfundur, utanríkismálanefndar með utanríkisráðherra sko, sem ég fylgdist með bara í streymi sko, og maður er engu nær. Þú veist, ég er til í að ræða sko kosti og galla Evrópusambandsins, þú veist, ég veit, það eru kostir að ganga þangað inn líka sko, þú veist, en gallar, ég held að hagsmunum okkar sé betur borgi bara í núverandi fyrirkomulag, en ræðum þetta, ræðum hvað afleiðingar það hefur að segja, já, en það er bara, nei, það er bara, ég náttúrulega treyst ekki í þjóðinni sko, það er bara. En Nanna Margrét, þú ert náttúrulega í stjórnarandstöðu líka og kannski svipaða reynslu og Sigurður. Já, ég eiginlega ekki tekið undir allt sem að Sigurður Örn segir og ég heldur raunverulega að staðan sé þannig að þetta er aðeins öðruvísi heldur en þetta hefur áður í þinginu, það er það sem við fáum að heyra og ég veit að ég er að fara smá hættusvæði en ég held að til dæmis að þegar að forseti beitti þessari 71. grein að stöða umræðu óháð öllu málefni veiðigjöld. Ég held að það hafa haft ofboðslega slæmar afleiðingar og það mun hafa slæmar afleiðingar þegar að málin snúast líka við örugglega þegar að vinstrimenn er ekki meirihluta vegna þess að maður finnur fyrir því að þingmenn meirihlutans er ekki komið í umræðuna. Það er eins og hugsi, það skiptir ekki máli, ég þarf ekki að færa rök fyrir mínu máli því að þetta verður bara keyrt í gegn. Þannig við náum aldrei þessu samtali akkur er að gera þetta og svo koma umsagnaraðilar fólk út í bæ sem eru að eyða gríðarlega miklum tíma í að skila umsögnum og við erum að benda á það að já, ok, flott mál en getum við tekið tillit til þessa og þessa og það er bara keyrt áfram og það er svolítið leiðilegt við svona, hvað maður segir, vinnuna og skrítið fyrir mig sem hefur kannski ekki verið að vinna hjá einu opinbera, minnst þetta skrítið að í raun og veru að taka ekki tillit og ef minni hlutin kemur með góða breytingatillögur, akkur ekki að samþykkja þér og samaskapi finnst mér líka kannski þetta svona hvað segir maður þetta eru aðilar sem eru nýkomna með völd og þeim er mikið meina að sýna að þeir ráði en valdi fylgir ábyrgð og manni finnst stundum að mætti svona aðeins kannski sína smá bara skynsemi í þingstörfunum. Það er kannski þannig að við erum kannski svolítið á sömu línu ég og Sigurður Örn. Ég held að þurfi ekki að vera svona. Ég held að þetta hafi ekki verið svona. Ekki svona slæmt. Að fá engin svör og stundu velti fyrir mér. Akkur er að leggja þetta mál fram ef enginn kemur upp og mælið í bót, sko. Er þetta það bara eitthvað mál sem að búið til í ráðuneytinu og fyrir ríkisstjórnir lögðu ekki fram en svo kemur hann að ríkisstjórn sem er bara vant að mála tilbúin að láta bara færibandi en engi veit akkurju. Það er svona mál sem er skrítið. Fyrir löngu síðan að þá voru tveir menn sem voru þá óbreytti þingmenn en urðu báðir ráðherrar en það voru svona mjög efnilegir stjórnmálamenn. Ég spurði þá að þessu, þá voru þeir sem satt í stjórnarliðinu. Akkur taki ekki þáttu, ég tala við mig en akkur ekki, þá máttu þeirra bara ekki, þá er bara sko fórustan í þingflokknum eða formannflokksins eða hvað það er sem segir við ætlum að láta þetta fara rætt í gegn og þið talið ekki, þið tefjið ekki málið. Ég veit ekki hvort þetta er svona núna. Þið eru svo sem ekki verið í ríkisstjórn. Þannig að... Já, klárlega, en líka finnst það ekki, Sigurður, það er ekki bara inn í þingjun, heldur þetta líka í nefndunum. Því mann finnst að það mætti taka tillit til þar. Já. Nei, þetta er... Ég finnst þetta alveg sérstakt, sko. Líka, sko, bara, það er alveg augljóst, þingstörfin í vetur hafa bara gengið greiðlega fyrir sig, sko. Það hefur ekkert einhvern veginn staðar neina með það.
Þannig að en ég tek undir þetta sem að Nanna er að segja, sérstaklega sko að það eru svona máljafel sem að sko maður myndi ætla að ríkisstjórnin eða þessi stjórnarþingmenn væri bara mjög stoltir af sko. Myndi vilja kannski, að það samræmist þeirra stefnuyfirlýsingu eða markmið að keyra í gegn sko. En svo er bara alls ekki sko. Og þá fær maður auðvitað á tilfinningunni að þetta sé einhvers svona pólitísk hrossakaup. Og við höfum séð það bara mörgum málum sko, þinginu upp á síðkastið sko. Það er svona mál sem að þú veist þess að við höfum náttúrulega komið inn á þessar strandveiðar og grásleppuna og það er svona hinn og þessi mál sem hafa orðið er alveg risastór einhvern veginn í þinginu sko og þá held ég einhvern veginn verið að halda þessu ríkisstjórnarsamstarfinu saman sko bara með held ég einhverjum svona bara reynlega einhverjum hrossakaupum sko. En er ekki sammála því að það átti bara að vera dagakerfi á grásleppunni? Sér kallar þurfa að fara ekkert marka það er eðalaldur kannski 67 eða 74 ára eitthvað sem er stundað þetta sko. En ég ætla ekki að fara einhvern veginn að þetta er svona tómsutastarf Já, en þú veist þetta er náttúrulega þetta klassíska sko að sko öllu falli hljótu við að vera sammála með það skipti máli að það sé vandað til verka vandað lagasetningu Það er ekki að sko ég hef nú svo sem ekki við erum bara verið amatör í pólitík en við erum búin að vera að vinna hérna undir pólitík mjög lengi ég var skólastjóri 20 ár í 3 samfélögum og bara búin að vera í þessar umræði sem ég er inn á mínu vettvangi núna þá heyrir maður það svolítið sem að þau eru kannski að vísi sem að maður heyrir að einhvern veginn virkar öðruvísi allan að gagnvart mínum málaflokki heldur en út í heimi það skortir stundum á langtíma hugsjón og það dettur svolítið í þá það er akkurat það sem við erum að heyra hérna núna það eru jafnvel sami stjórnmálaflokkurinn að bjóða fram á höfuðborgarsvæðinu er algjörlega með sitt hvora línuna í málefnum til dæmis leikskólans og þá er þetta svolítið þannig sem að við erum og mögulega er það smæðin, mögulega er það einhvers konar hefð fyrir því að þegar ég var að byrja fyrir norðan og austan þá fóru þingmenni milli bæja sko, Afi fekk í sveitina, komu menn, Páll Pétursson kom og þessi kallar komu Jón Bjarnason til þess að heyra hvað menn vildu vera að gera. Þannig að stundum finnst mér það vera svona, þegar maður er svona leikmaður, er samt alltaf að pæla í pólitík, bæði á landsmála og sveitarstjórnarstiginu, að það er stundum þannig að menn eru að taka stuttskref, svolítið til þess að mitt eins og þeir eru að vísa, koma svolítið með sinn nú er ég komin hérna í stólinn og þá ætla ég að gera kostið þar eftir grásleppan eða veiðigjöldin eða við höfum verið að mótmála áminningar skyldaánáminu sem eru svona hlutir sem koma bara einhvern veginn og þarna held ég við séum frábrugðin þar sem var allan í mínum samtölum hefur verið að kynnast vissulega hefur þetta verið að gerast það hefur verið svona ákveðin sveifla í Evrópu Bandaríkjónum að stjórnmálin sé farin að stíga inn á þessi svið með þessum hætti en þetta eru svona hluti sem að ég held að sé ekki endilega góð þróun og hvað er hægri vinstra og hvað það allt er að mér finnst oft vera svona tímabundin mál og hlutir sem svo þau eru að lýsa hérna sem að maður fylgist með sem að verða kannski stærri heldur en akkurat það farið dýpra samtal, horfa ykkur að leið þannig að verði svo ekki þannig að þegar svo menn skipta völd að þá sé einhverjum sem er eitthvað svona pínu pyrringshala og eftir sér og fer strax í að breyta og það er svona eitthvað sem að manni finnst stundum við svolítið lendi í við lendum í einmitt reyfildi við litlum málum eða erum ekki tilbúin útfæra og ég þekki þetta alveg hafandi komið fyrir nefndir núna í síðustu 4-5 árin það er það auðvitað þannig að manni finnst oft mjög takmark að fara þar í gegn og það er auðvitað eins og þau eru að vísa hérna í sem að ég get rætt í áminningamálinu þar sem við lögðum alveg ofboðslega vinnu þessi 3 heildarsamtök BSRB, Hjúkrunarfræðingar og KÍ í það að benda á það að við varum tilbúin í ákveðnar útfærslur og hluti en fannst við ekki fá neitt tilbaka það er auðvitað það er svekkjandi og það situr í og kannski bara til að taka þetta aðeins áfram þetta er í grunninn kannski svo litið bara samskipti og samningatækni og aftur ég tala hvað er ólíkt ég var auðvitað ekki síðasta tímbili að maður heyra því það var alltaf verið að semja eitthvað þannig að það voru mál en það var eitthvað kannski það var mjög erfitt fyrir minnihlutann og þá var kannski hægt að semja við klárum þetta máli tökum þetta út og í því samhengi þá hugsaðum orð Ingu Sæland til kennara þegar hún fyrir að kalla þau grey og svona niðrandi ummæli þegar að í raun og veru eina sem vantar Heldur hún hafi ekki verið að meina eitthvað gott með greyin er þetta ekki þannig típun Inga, ég held Já, hún var nú að augljóslega hnýta í kennara ég meina, nú get ég alveg tekið undir, ég alveg sammála ég vil fá tölustafa aftur en ef ég var í menntamálaráðherra myndi ég vilja ræða þetta við kennara og finna eitthvað lausn á málinu og samanskapi er sami ráðherra Inga Sæland hún segir, ég veit ekkert
farsímanotkun hjá ungum krökkum. Ég ætla að fá til mín fullt af krökkum úr samfélags og þau eru bara búið þetta til fyrir mig. En ég ætla ekkert að hlusta kennara að því ég er bara búin að ákveða hvernig þetta á að vera. Þetta er svolítið skrítið og svolítið vanvirðing finnst mér, gagnvart kennurum, en það er gott að heyra ef að þau eru núna þessari viku að ná eitthvað betur saman. Já, það má alveg segja það er kannski akkurat þetta sem að við höfum verið að reyna að koma í gegn og Inga er alls ekkert einn þar, sko, við erum núna, það er ákveðin eftirspurn eftir okkur inn í kostingum og við heyrum alveg að benda fólki á það. Við höfum miklar áhyggjur af hugmyndum Sjálfstæðisflokksins varðandi grunnskólann og leikskólann í Reykjavík, þannig að við höfum verið að ræða það mál sem er allt annað heldur en þau eru að lyfta upp til dæmis í Kópavogi eða í Hafnarfirði. Þannig að það eru svona hlutir sem að þurfa að vera með þeim hætti að við getum átt samtal það. Við Inga erum náttúrulega bæði að norðan hérna og það er alveg þannig að það er óvanalegt orðfæri sem Inga hefur, það er þannig. Heiðinsfjarðargöngin saman okkur hérna, en það er alveg þannig að við sko, stóra málið er það að við séum að sitja við borðið og vinna saman. Það er bara þannig sem það er. Við vitum það alveg að við munum aldrei ráða öllu og viljum ekkert vera þar. Við vitum alveg að stjórnmálin eru þau sem auðvitað þurfa að hlusta á samfélagið og fara í gegnum það allt, sko. Þannig að orðfærið er alveg eitt en hugmyndafræðin að vera saman, það er eitthvað sem við viljum vera að gera. Ég virkilega vona það að við séum núna að stíga skref saman, en það er í þessu, svo er alltaf, samtalið er eitt en svo það gjörðirnar og við erum svolítið þar núna vonandi bara í næstu viku að ná að setjast meira saman og fara í gegnum hluti sem að við viljum alltaf hlusta á það sem er í gangi en þurfum svolítið að benda fólki á það er ekki ef það væri til einfaldar lausnir á verkefnum eins og lesfærni hjá drengjunum okkar, kvíða og svona vanlíðan hjá stelpunum okkar, stórt verkefni sem eru að fá mennari 30% nemenda sem kunna ekki íslensku, ef það væri til einfaldar lausnir þá væri við löngu búin að leggja þar til og til þess við náum árangri í öllu sem við erum að gera þá þurfum við að hafa alls konar aðalega í samfélaginu með okkur. Stjórnmálin heldur betur en bara samfélagi í það heila þarf svolítið að taka þessi verkefni og þá er vont að reyða tímanum í þegar svona kasta á milli einhverjum hnútum sem eru til þess fallin að meiða, sko. Það er svolítið merkilegt sem að Magnús nefnir hérna það er ein stefna til þess að þínu flokki, Sjálfstæðisflokki í Reykjavík og önnur í Kópavogi og þriðji í Hafnarfirði. Það er svolítið, sko. Já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað sérstakt, sko. Það eru náttúrulega ólík sveitafélög með ólíkar þarfir og ólíkum stað. Sko, já, ég taldi nú upp sveitafélög sem eru ekkert á ólíku stöðum. Nei, ég held, hafandi alið upp 3 börn og vera standið því í Reykjavík og borg að þá get ég nú sagt það er bara töluvert annað, sko, að gera það í Reykjavík heldur en í nágranna sveitafélögum, hvort sem það er Garðabær eða Kópavogur, sko. Ég var bara í einhver 5 ára fáliðunar áætlun á leikskólanum Sæborg og var gjörsamlega misboðið þegar ónefndur sviðsstjóri menntamála í Reykjavík sagði ég held alltaf að vanta kennarana eða leikskólakennarana, starfsfólk við leikskólana svo kom allt í einhver frétt að það væri of mannaðir og þá var ég alveg brjálaður Það er mjög sekkilega en þetta er við náttúrulega það er bara svona frumskylda samfélagsins og tala ekki bara svona það þjóðin er að eldast og svo framvegis að við þurfum að styðja við barnafólkið okkar og til þess að svo megi verða þá þurfum við að sjá til þess að það getur horfa aftur tilbaka á vinnumarkaðinn einhvern tímann áður en að börnin bara muni hvernig þetta var í áramótasköpinu það Jón Gnarr var með vinum sínum fósbræðurum 50 og leikskólanum þannig að en þetta er bara forgangsatriði að klára þetta allt saman og ég meina leikskólamálin í Reykjavíkurborg eru og hafa verið bara í lama sessi alltaf verið svo lofað aftur að innrita börn 12 mánaða aldur og ekkert gerist, ekkert breytist. Mér finnst náttúrulega mjög merkilegt að fylgjast með svona umræðinni og þessum frambóðum í Reykjavík það bara eins og það hafa engi verið í meirihlutanum síðastliðin ár
hvort sem það sko, þú veist, samfylkingin svona hefur náttúrulega verið allt umleikjandi, sko, þau ætla núna einhvern veginn að fara að endur, sko, þetta, sko. Þetta svona björgunarbátur, þessi Já, ég meina, Viðreisn búin að vera meiri hluta þessu og síðastlinnum 8 árum, sko, Flokkur fólksins, líka, þú veist, það bara eins og enginn hafi verið við staðið vaktina, sko. En umræður og leikskólamálin fara alltaf einmitt svolítið í þetta sem Sigurður er að vísa í. Hún snýst alltaf vistunardag, hvernig börn kom inn í leikskólana og við hefum svolítið verið að benda á það, það var fyrir rúmlega ári síðan og þá heldum við ráðstefnu með OECD og allir samtökum kennara sem komu til þess að skoða íslenska leikskólamódelið og til þess að benda á það að við höfum verið að efla það með því að fólki okkar hversi komið upp á meistarastig og við séum að efla leikskólan sem fyrsta skólastíð og þeir eru að sýna fram á það í sínum niðurstöðum af hversum árangri við höfum náð þar og við höfum dálítið verið að benda á það að það sé til dæmis mesti vistunartími á Norðurlöndum á Íslandi. Þannig að við okkar umræða verður alltaf dálítið mikið þarna. Okkur finnst hún einskorast við það hvenær við komum börnum inn í leikskóla. Og það eru þetta bara fyrir okkur sem erum að horfa til þess að við þurfum að ná þessu sterka skólastíði sem við viljum ná því það algjörlega allar rannsóknir sem sýna það og við erum sannfærðir það að árangurinn sem munum ná verður með því að efla leikskólastíðin og þá finnst okkur erfitt því að við stundum erum við svona ef við erum mjög dramatísk lamin með prikkinu sem OECD sendur okkur í PISA að þá höfum við svolítið bent á það ef að við erum svo komin hérna OECD hefur verið að benda á þetta Skandinavar og Norðurlöndin hafa verið að benda á það að þeir vilji fara inn á sviði sem Ísland hefur horfað til efla menntun, efla skólastíð það finnst okkur rosa sjaldan umræðan verða nákvæmlega það umræðan leikskólamál á Íslandi snúast rosa mikið það hvenar börnin komast inn og hvort við ætlum að vera með mikið matverð í mötunni og það er auðvitað bara það sem að við einmitt að reyna að kalla eftir að umræðan verður þar og einhverja hugmyndir jafnvel nýtt rólóstig eða fyrirtækja leikskóla þeir snúast allir þetta og það er auðvitað eitthvað sem að okkar finnst stundum ósanngjarnt að því við viljum efla skólastig það verið að benda og þar byrjar hlutirnir það er mikill munur á leikskóla sem hefur hátt hlutfall kennara til dæmis verkefnum sem snúa að börnum sem kunna ekki íslensku börn með misjafnan bakgrunn sem við þurfum að vera að vinna með börn við erum að lenda í alls konar vanda sem snýr að málskilningi og talþekkingu þannig þurfum við að hafa öfluga kennara en umræðan verður það er rosa erfitt að koma henni í gegn þegar að umræðan fer eiga börn að komast inn 12, 15, 18 mánuða og þá í nýlegum rannsóknum erum við bara með mesta vistunartíma meðaltali á börnum og það verður alltaf umræðan og við förum alltaf einhvers konar vörn og náum einhvern veginn aldrei að gegna sig þetta snýst það við ætlum að gera hlutina ógeðslega vel og erum að efla fólkið okkar til þess að ná meiri árangri með börnunum. Ég skal nú skilja hann fullkomlega en þetta kannski hangir svolítið saman. Ég fann svolítið fyndið að sjá auglýsingu frá Samfylkingunni þar sem að þeir eru að hrósa sér fyrir lág leikskólagjöld 30 og eitthvað þúsund á meðan nágrannasveitarfélögin væri með 80-90.000 og maður hugsa býtu, er ekki betra að vera með 80-90 og geta fara barnið inn og byrja að vinna þá kannski það heppilega en fyrir suma foreldra er það bara óyfirstíganlegt. Já, býtu, ég er að meina ef þú ert með 36.000 en þú kemst ekki inn og þú kemst ekki sem móðir eða faðir út á vinnumarkaðinn að því það getur gjaldskráin getur alveg sagt 36.000 en þú kemur ekki barnið inn og þess vegna verður það alltaf þar til við fáum einhver jafnvægi í þetta verður það held ég aðal umræðan því miður fyrir kennarasambandið og okkur öll en það sem ég finnst líka mjög leiðilegt er þessi tregða nú gæti þú verið algjörlega ósammála mér en mér finnst allt mikið tregða við það að leyfa fleirum að komast til að mynda fyrirtækjum til að vera með leikskóla Reykjavíkurborg hefur alfarið lagst gegn því þannig að núna eru þeir sem vilja taka þátt og hjálpa sínum starfsmönnum að komast aftur á vinnumarkaðinn þurfa að vera með einhvers konar dagmömmukerfi að því að borgin er alfarið á móti og mér langar líka að segja ég er mjög glöð að heyri Magnúsi að þegar hann tala skólakerfið að það væri vitneskja að það væri ekki alveg í lagi það væri ekki í lagi að við færum neðar og neðar í einhverjum alþjóðlegum viðmiðum að því ég held að því miður séu margir hann úti sem hafa upplifað að þess vegna kannski svona aðeins skjá að myndast á milli kennara og samfélagsins upplifað að kennara var svolítið haldið í það er alltaf lægi við viljum ekki breyta neinu
en mér heyrist þú alls ekki þar og minnst það gott. Já, heyri, hérna, það er svo margt annað. Ég geti talað um þetta endalaust. Já, ég veit það. Þetta er bara eins og í fyrirspurnum. Já, Ég verði þetta að fá bregðast aðeins einu, bara já. svo örsnöggur, sko, það sem við höfum alveg bent á er það að hugtaki leikskóli er lögvarið hlutur með ákveðnu lágmarki kennara. Og við höfum alveg sagt það, og Haraldur til dæmis var hér fyrir svona árið síðan að benda á það hugmynd Arion sem var sem einhvers konar dagvistun fyrir sitt fólk er bara með öllum hætti og alveg eins og við höfum verið að benda á þegar menn er að tala um sko, leikskóla, þá erum við með öfluga leikskóla á einkamarkaði en líka leikskóla sem er ekki öflugir og það er bara við svolítið að tala um það að leikskóli er ákveðin ímynd, ákveðin apparat, það er með lagalegum skildum og það var það sem okkur fannst mjög erfitt að heyra einhvern veginn, það var virtist einhvern veginn vera rosa lítið hlaði í, en svo til dæmis það sem við kynntumst þarna þegar þessu umræða varð, þá skil ég bara mjög vel ef fyrirtæki er að koma til mótsvið sem með einhvers konar dagvistun sem er bara allt annað orð heldur en leikskóli. Þannig að sumt í þessu samtali gætu veldi alveg ná lengra með ef við pössum okkur á því að bara átt okkur á því hvað þetta er og það sé engin afsláttur gefin á því hvað leikskóli þarf að vera sko. Bara örstutt hérna bara svo skal ég hætta sko en þetta er náttúrulega bara allt saman sko risamál og við þurfum að gera bara miklu betur. Það er öllum augljóst og það eru svona alls konar vandamál, einhverja kerfislægur og miklu hluta held ég sko en það vonda við þetta og það er sko tilfinning mín og margara svona sem að ég hef talað við og þess að ég hef gert einhverja rannsóknir á því en að þetta hafi sko versna sérlega. Ég til dæmis eignaðist mín börn bara með það er munur að elsta barnið er 7 árum eldra en það yngsta sko, maður fann bara eitthvað svona mun sko og ég held því miður, það er bara svo margt sko. Fyrir sverra þetta. Já, því miður sko og út að ég nefnilega fullkomlega sammála Magnúsi sko að leikskólastigið er svo mikilvægt, þar er undirbúningurinn fyrir grunnskólan, þar getur og skólakerfið þetta er náttúrulega á að þjóna þessu tilgangi sko að svona jafna aðstæður barnanna sko, þú veist þannig að þeirra félagslega bakgrunnur, þú veist, menntur foreldra annað sé ekki stærsta breytan af því hvernig þeir munu vegna í lífinu, sko. Þannig að þetta er svona alveg risamál og við þurfum að gera miklu betur. Já, ég veit það, en það þetta er svona makar sér svolítið. Við þurfum að þá núna er svona í bólurinn svona tvísýnt hvort að verði hægri eða vinstri meirihluti Reykjavík. Er það ekki? Á ég að grípa boltan. Ég held að það er auðvitað rétt að það er tvísýnt en ég auðvitað tel að þessi löngu komin tími til að það verði miðju hægri stjórn. Við erum búin að vera allt og lengi með sama meirihluta og við sjáum núna samfylkinguna sem er með borgarstjóran og þetta er bara eins og sikkur samfylkingin sem er að tala, sko borgarstjóran kemur ekki sem er í öðru sæti hjá samfylkingunni heldur formaður flokksins að kynna áherslur af því þetta bara einhvern veginn talar ekki saman og þetta er samfylkingin búin að gera á 4 ára fresti, einhvern veginn að endurnýja sig, verum nýju meirihluta með einhverju nýju hjóli, þannig ég held núna að væri gríðarlega mikilvægt að það væri miðju hægri meirihluti og í því samhengi er þetta bara eina örugga atkvæðið á miðflokkin, því hinir getur bara allir til vinstri. En Dagur er búin að standa sig mjög vel fyrir sitt fólk í þessu, búin að vera í meirihluta bara nálega stela mannsaldur. Fyrir sitt fólk en ekki fyrir flesta Reykvíkinga, ég held að þeir geta ekki verið sammála. Þeir getur dilt alveg það, en þessu vinna úr kostninga úrslitum, þannig búin að vera alveg ótrúlegur. Að ná því, Mér finnst líka flottir í þinginu. Já, það er svona góða ræður sem hann fyrir svona alveg blaðlaust og... Nei, ég meina Dagur er náttúrulega sko, eldklár stjórnmálamaður og ég myndi alls ekki fara eitthvað að afskrifa hann í einu sko. Ég held að hann sé sko, einmitt geta alveg verið sko framtíðar leiðtogi samfylkingarinn hann á þingi sko. Það er merkilegt einhvern veginn hvernig hefur verið svo sem farið með hann fram að þessu sko. En hann var auðvitað lunginn í þessu að fá til
bæði náttúrulega halda þessu samstarfi saman Já. og þá kalla fleiri inn og eftir því sem að þurfti sko hverju Þetta sinni er sko. með eld sko sem hann hefur, hvað hann Já, hefur já. breytt sínum meirihluta eftir Já, hverju kostingar sko. já, þannig alveg ótrúlegt sko, þannig en jú, þetta verða bara spennandi kosningar og Sjálfstæðisflokkurinn var að kynna sína kosninga áherslu núna bara á miðvikudaginn í síðustu viku og svona mjög áhugavert svona upplegg að setja ákveðin mál á dagskrá strax svona klára það innan 100 daga og svo svona 12 mánaða, 4 mánaða framtíðar, þú veist, flokkar sko. Þannig að það var svona verið kannski að reyna að svona hamra það inn að það sé hægt að gera svo margt strax sko. Þetta hafa svolítið verið svona skýjaborgir einhverju framtíðar sínum hitt og þetta sko. Þannig að þetta er bara mjög spennandi að sjá. Mér finnst líka mjög áhugavert að maður fer í svona þessa svona stöðu svona greinandans að sjá sko hvernig svona vinstrafylgi raðar sér. Mikla breytingar þar sko. Þarna voru til vinstri, þú sameinaði afl einhverja svona flokka og sem svo hefur fórustu svona að vinstri flokkunum svo sósíalistaflokkurinn þarna og líka hvernig sko pírötunum muni ganga sem alltaf talin sem vinstri flokkur. Ég hef aldrei skýrið það ekki fullkomlega sko. Það svona hölluðu sér svolítið mikið til vinstri undir lokin allavega sko. Ég veit ekki hvernig nýjastu oddvitin sko, en hann svona gert eitthvað maður sko, en ég veit ekki hvar svo sem hann standur í því. Ég held að sko, hafandi verið áður en ég kom í starfið mitt, þá var ég náttúrulega skólastjóri Reykjavík í 8 ára, búin að búa í Breiðholtinu, við erum núna í 30. Það það svolítið þannig að við greindum það alveg að við hvern meirihluta, það sem komið nýju flokkar, þá urðu breytingar í okkar samtölum og það kannski það sem að svona, ef ég fer úr mínu hlutverki sem kennarasambandsmaður og einstaklingur sem hefur verið að vinna fyrir íþróttafélag í Reykjavík og bara verið íbúi í Reykjavík núna í mörg ár, þá það stundum þannig að mér finnst ég stundum með þetta í svolítið mikla pólitík sko og með virðingu, ég ætla ekki að tala neitt niður, ég bara minnst frábært að fólk sé að gefa sér í pólitík og hvað sem þau eru landsmálað inn í samfélagunum eða stundum einhvern veginn það að einmitt listar og það hvað ætlum við að gera stundum segi ég nú það sko að í sveitarstjórnum skipti meira máli hver tekur hjá mér ruslið heldur en hvaða sýn ég hef í borgarlínu sko og þá er ég ekki að tala borgarlínu niður komið góður en ég hlakka alveg til að ég segi það að vera auglýsa hverfisfund í mínum hverfi þar sem að mér finnst við þurfa einhvern veginn að vera dálítið meira nær því, þetta er náttúrulega alveg upp út á landi, litlu samfélagi var hér undir afskaplega farsælli stjórn hægramenn á Snæfellsnesinu þannig að ég er ekki að horfa hægri vinstri sem stóru þættina, heldur það einhvern veginn að okkur takist betur að búa til einhverja samfélagslega ímynd og ég hef áhyggjur af því og það er bara, ég held að pólitíkin þurfa að vera leiðandi svolítið í því, þú veist, við sem erum að vinna í íþróttafélagunum, við vitum það hversu erfitt er það bara ná í sjálfboðaliða, íþróttafélagin er að verða svona samkeppnisaðilar að mörgu leyti alls konar hluti, hallar undir fætum mikið þar sko, þannig ég hef svolítið verið svona hvíslað þegar fólk hefur verið að fara á fundi með ólíkum flokkum núna, sem var bara mjög gaman að hitta fólk sem er að pæla í samfélaginu sínu, að það er svolítið það sem að mér finnst þurfa einhvern veginn að leiða auðvitað eru stór mál sem er rætt á hverjum stað fyrir sig, skilur borgarlínan eitt það en þetta er svolítið þannig að við í þessum sveitarstjórnarkosningum þá þurfum við einhvern veginn að búa til einhverjar heildir því þetta snertir bara svo mikið dælalífið okkar þau taka ákvarðanir hérna út frá þinginu með öðrum hætti sko en mér finnst bara að þurfa að fara að laga göngustíðana mína sem er hræðilegir það þarf að fara að taka til í ljósastöðurunum mínum ég myndi vilja fá ruslið mitt sótt oftar þetta er hlutin sem ég finnst slá grasið, sveitarstjórnum Nú er ég hérna aðeins rétt upp ég finnst hérna, það sem ég hjóla sko frá Garðabæ til Reykjavíkur það er bara sko hæveið, það er bara hraðbraut það er alveg slétt og flott Þú er ekki farið í gegnum bakkana Jó, ég veit að ég gerði það hérna einu sinni það er bara í Breiðholtinu finnst mér svoleiðis hlutin bara stígurinn niður í Breiðholti var mjög erfiður yfirferðar. Ég þekki þetta, ég er búin að búa svo lengi í Breiðholtinu að þetta var alveg stór munur að flytja í Garðabæinn af því að þessi grunnþjónusta, það var bara æmitt. Sorpu var allt einu sótt miklu sjaldnar, það var hægt að slá grasi, maður sá engin falleg blóm, gödnum voru ekki mokar. Þetta er það sem við þurfum einhvern veginn að koma í lag, bara grunnurinn sem sveitarfélögin eiga að gera. Þetta er spennandi. En hérna, Daði Már, hann komst í allavega Evrópufréttir. Hann segir að spillingi sé ekki Íslandi, heldur hann sé í Namibíu. En rótin er nú kannski íslensk. Er það ekki? Var þetta ekki klaufalega sagt? Ég fannst sko eiginlega allt þetta upplegg bara voða sérstakt sko.
Já, og þarna sko einhver blaðamaður Berlínsku tíðinni talaði við einhverju 20 einstaklinga flesta ónafngreinda, kemst að þessari niðurstöðum að við búum hérna í einhverju ólíkarki. Já. Hann svo sem tjáði sig eitthvað það, hann Daði sko, verið svona mótmæla því einhverju leiti sko. Þetta var mjög sérstakt allt saman sko, þessi ummæli, náttúrulega ég veit ekki, hann lítur eitthvað að hafa bara rugglast sko. Þetta er náttúrulega valið sem fyrirsögn. Já, en sko, þú veist, hann þarf náttúrulega að útskýra kannski betur hvað hann á við, vegna þess að þarna einhver svona, þetta sko slær mig illa sko, vegna þess að þarna sko, ef hann var að meina þetta, að það lýsir það einhverju svona viðhorfi sem að mér finnst mjög slæmt sko. Tvöföldu siðgæði, ef ég orða það bara varlega, að það sé sko, þú veist, það skiptir máli sko hvar þú ert að brjóta af þér, eða þú veist hvar þú ert að, í hvaða landi þú ert sko. En Íslendingarnir eru upphafið sko, það er bara þannig. Já, ég ætla að get ekki, þú veist, þetta er sko, þú veist... Já, miðað sem kom fram í Samherjamálinu og uppljóstrarinn þar, hann var þáttakandi í þessu og játaði það. Við þurfum ekki að vera með einar efasemtur þetta, eða búið að játa þetta. Mér fannst þetta nú alveg sko, þessi umfjöllun í þessu danska blaði, mér fannst hún bara fyrir neðan allar hellur og mér fannst þetta allt bara svo augljóslega eins og búið að vera að birta, augljóslega eitthvað tenging við Ríkisútvarpið sem er búin að vera í mikilli herferð og koma því inn á hjá eitthvað danskan blaðamann að við séum eitthvað ólíkarkar ríki og við séum spilt ríki samanburðið við Namibíu bara sem land er auðvitað algjör fásinna og sýnir bara vanþekkingu þessar blaðamanns í fyrsta lagi eða þeirra sem hann tala við að detta það í hug að segja Ísland sé spiltara en Namibía þegar að, sko, ég held að hann ætti bara þessi blaðamaður þá að benda þeim sem eru með öll þessi viðmið, bara þeir sem taka saman spiltustu ríki heimi og hafa raunverulega forsendur til að meta hvar við erum á þeim skala. Ég hugsa að hann get ekki bent þessum greiningaraðalum á það og við myndum færast mikið á þeim skala vegna þess að þetta var auðvitað svo augljóslega bara hannað af þessum blaðamönnum hjá RÚV sem vildi ekki koma fram undir nafni því að þetta er einhverju það í hug að við sem spiltari en Namibía og vera taka þátt í því hjá þessum blaðamönnum þeir sem komu að sverta orð Íslands viljandi og það bara eiginlega gegnum RÚV sem er bara náttúrulega sannað er auðvitað mjög sérstakt. Já, ég veit nú ekki hvort það endilega, sko, ég er búin að vera blaðamaður lengi, ég tala kannski við marg en ég þarf ekki að nota jafn frá öllum eða bara það sem einhver eitt segir, þetta er náttúrulega verið að vera dómgrind blaðamannsins. Já, og ég hef ekki mikla trú á að þarna hafi verið vönduð umfjöllun, bara út af það eitt að við augljóslega erum ekki spiltari en Namibía. Það var það algjör vanþekking á Namibíu. Já, en það er sama hérna... Já, ég held aðalega sko, ég man ekki nákvæmlega hver spurningi var varandi sko Namibíu og Ísland sko, en öllu falli sko, er þetta ekki svona rétt lýsing á íslensku sjávarútvegi, það má alveg gaggrina hann, þú veist, ýmsum ástæðum sko, en þegar þarna er svona gengið of langt, þá verður umfjöllunum þetta svolítið kannski ómarktæk. Já, og þessum Daði sagði, Már, ég var náttúrulega algjörlega ósammála því að sko, fyrstulega við vitum það öll að íslensku sjávarútvegur er þannig að fólk hefur átt skoðanir á honum í áratugi. Við erum samt með umgjörðum hann, við erum með lög. Þú ferð eftir einhvern leikreglum, ólíkt mörgum öðrum löndum sem eru kannski spilt raunverulega, en að Daði Már sé að segja þessi erindrekar inn á þingi og annað. Ég fekk að heyra þetta í umræðinu veiðigjöld að við værum í svona, hvað heitir það sérhagsmunagæslu. Ef fólk hugsa bara aðeins rökrétt, af hverju ætti ég sem þingmaður að eyða sumrinu mínu að ræða veiðigjöld nema ég myndi trúa því að ég verði að berjast fyrir hag Íslands. Hvað er fólk að segja ég sem er sérhagsmunagæslu? Að ég sé eyða sumrinu mínu að því að hvað? Ég sé fá greitt? Hvað er fólk að meina
og þarna fannst mér Daði fara aðeins svona ekki alveg svolítið frjálslega með orðin. Svo það náttúrulega þannig að sko, ég ætla dálítið gaman að því að hafandi svo sem bakgrunn í sjávarbyggðum að þá það dálítið gaman þegar menn fara að tala sjávarútveginn eins og eina stétt og eina grein. Það ætla bara, þú veist að tala grásleppina sem sjávarútvegur, við erum línubátar sem sjávarútvegur, svo erum við uppsjávarskip sem líka sjávarútvegur. Og það auðvitað bara þannig að hérna í þessum samfélögum sem hafa verið, þá auðvitað rosalega hagsmunabarátta inn í samfélaginu og milli samfélaga. Það hefur bara verið þannig og það það sem auðvitað, ég hef alveg setið að vera að spjalla útlendinga sem hafa verið spenntir fyrir því að spyrja út hvað og þeim finnst þetta alveg vera einhvers konar svona borderline spilling sem þá í því sem að kvótin hefur verið að gera, fara á milli svæða og svona hvernig menn hafa að kaupa sér báta til þess að ná sér í kvóta. En það allt annað orðfæri heldur við erum að tala til dæmis út í Namibíu. Það auðvitað bara á einhverjum öðrum hætti. En þetta svona, þessi umræða verður alltaf viðkvæm vegna þess að þú veist, það verður að tróða öllu inn í einn hatt sem getur verið mjög ólíkir hagsmunir milli aðila bara í sama sveitafélaginu. Sko. Ég vil að þið hérna sem þingmenn því aðtíðið sko, hvernig hérna starfsfólki í fiskvinnslu hefur snar fækkað alveg hrunið vegna þess að við sem eigum kvótan þjóðin að við heimilum það að þessi fluttur út óunninn fiskur í sífellt meira mæli og eins líka annað að til dæmis ísprósentan að fiskurinn kældur með ísnum og hérna og það svona eitthvað viðmið, ég man ekki hvað 9% eða eitthvað, ég man það ekki. En svo til alveg dæmið það bara kannski bara 18% ís í Lönduninni og þetta eitthvað sem að það ekkert eftir lengur sko, menn vikta sjálfur, meta sjálfur og það sko hefur opinbera, kemur hvergi nærri hvað mikill afli, hvernig hann og hvert fer hann, sem bagalegt, við getum ekki trist endalaust sko. Og sérstaklega þegar að sko við erum að flytja fiskvinnsluna út jafnvel til Póllands mikið það. Ég held að það sé sko kannski þessu tengt sko og saga sjávarútvegsins og ég alveg þeirra skoðunar að þú veist þessi hérna sko að það sé þú veist þessi lögmál markaðarins séu mjög mikilvæg þú veist menn geta haft sína skoðunar á framsali kvótans og fyrir hérna áratugum síðan þetta gerði leyst úr læðing sko möguleika á fjárfestingu sem að skila sér arðbærni okkur svona til heilla en þú nefnir þetta með fiskvinnsluna og ég hérna vil þá einmitt segja sko að þú veist þá svo bagalegt og þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli þetta sem voruð að nefna. Þá svo bagalegt að stjórnvöld séu sjálf í aðgerðum sínum að vinna gegn fiskvinnslinni. Og það var þá bæði bent að það til dæmis varðandi sko, veiðigjöldin en líka núna síðast í desember þegar hérna, ríkið öllum að óvörum samdi við Evrópusambandið makrílveiðar sem var dæmalaus samningur. Annars vegar sko, sömdu við það að við mættum sko, minna við höfum gert. Við sömdum að heildarveiðin yrði umfram vísindalega ráðgjöf sem hefur verið bara svona, þú veist, okkar aðalsmerki í öllum okkur sjálfbærar veiðar að hérna, gangi ekki of nærri þessum stofnum öllum, það var samið það og svo þetta sko, sem svona tæknilegs atriði varðandi sko, veiðar í mismunandi landhelgi og menn hafa leita út að þar sé sem sagt sko innbyður hvati í því að löndun fari ríkari meili fram í Noregi en verið hefur sko. Og þetta eru svona aðgerði bara stjórnvalda sem að þú veist, það eins og segi, sko, þú veist, það verkefni okkar, sko, stjórnmáluna að búa, sko, þessum svona almenna frjálsa markaði leikreglur, þú veist, að hann sé sanngjarn, fyrirsjáanlegur, þú veist, svo framvegis. Þú verður að framleggja þáttinn. En það ekki að fara að gera neitt annað, þetta góð. En þegar, sko, stjórnvöldi sjálfur mitt farin að, þú veist, eins og þarna, ég var að nefna þetta með makrílsamningi, farin að vinna gegn þessu, sko. Sigurður, af hverju fáum við kannski bara þriðjung eða helming af því verði sem að fyrir sama makríl nú í Færeyjum og Noregi. Það það kemur aftur hérna, ég var nú blessunlega laus veiðigjalda umræðina síðastlið sumar, koma því ekki aftur henni í leik. Skila allir milljörðum í arðgreiðslur núna sem að þið voru að berjast fyrir. Já, en þetta flókið. Sér ekki svolítið eftir það þegar þú sér allar arðgreiðslurna sem að skipta. Nei, alls ekki, fyrir mér aðalatriðið að þjóðin fá sem mestan ábata og hann rammaði þetta Magnús Ágætlinn sem kemur úr sjávarplássi. Við erum ekki sammála
allt og það má breyta mörgu í sjávarútvegi. Það sem liggur hins vegar fyrir það sem mér finnst mikilvægast að leikreglur séu skýrar og svo megum við rífast og breyta og sanngjarnar, en við höfum leikreglur. Aftur með spiltasta land. Þess vegna getur ekki verið spiltasta land að mínum mati. Það nummer 1 í því, þetta hægt að vera, en við fyrir eftir leikreglum, hvort sem við erum sammála leikreglum þú horfir á mig og betri, ég sagði aldrei Nei, þú sagði ekki, ég rétt, það er bara þetta umræfn, en þú ert svona spyrillin, Nei. En ég ætla að fara að ræða líka, það nú langt hlið átt á hjá okkur, en allt í lagi, en það hérna efnahagsmálin, það svolítið, við erum svolítið að fá í skrúuna þar. Og stefnir í jafnvel vaxtahækkun og hluti þjóðarinnar ræði bara ekki við það að vestir hækken bara ræði kannski fólk sem borga kannski 250-300.000 í lán og það hækki kannski þó ekki nema 30.000, það getur bara gjörbreytt öllu. Þannig að við verðum að gera eitthvað annað heldur en að það ekki, en að leggjast alltaf á þá sem að auðmastir eru. Við höfum bent á þetta núna í launþegahreyfingunni að við höfum þetta bara gríðarlegar áhyggjur af þessu og greinum það hjá okkar fólki, sérstaklega yngra fólkinu, að staðan að verða bara mjög erfið. Það bara þannig sem það að þessar vaxtahækkanir þetta bitna á fólki sem kannski verst hjá þessu fólki sem lent inn í þessu síðustu svona síðustu kollsteypu þegar við vorum að fara í óverðtryggð lán og til þess að losna út úr því fór í verðtryggð lán sem og svo bara hækka og heyrum það fyrsta skipti síðan ég kom inn í svona ég er búin að vera lengi í svona kjarabaráttu, þá heyrum við það að okkar auðvitað við mjög upptekin af því að leiðrétta laun þannig við séum samkeppnishæf við aðra stéttir og erum svona nálgast það en við erum ekki að það komin endamörkin en nú erum við þar að við höfum verið með miklu sterkari efnahagsleg umræð inn í okkar sambandi og meira við BHM og BSIB vegna sem við bara finnum það að unga fólki okkar sérstaklega komið á þolmörkum og það eru hluti sem að við höfum miklar áhyggjur af vorum auðvitað það hefur verið umræður það að launahækkanir séu þær sem að leiða þessar vaxtahækkanir við alltaf alfarið móti því, það hefur alls ekki verið þannig við okkar hlutverk það að okkar fólk sé á mannsæmandi launum og haldi í við aðra stéttir og þetta erfitt í efnahagsmálunum við erum í heimi sem er á skrýtnum stað með margt en við getum ekki haldið svona áfram því að það bara við greinum það mjög sterkt að þetta að verða ástand sem er orðið mjög þungt á heimilum sérstaklega unga fólksins okkar sem við viljum alltaf alls ekki lendi í það verði faðir sjálfur líka ég held að aldrei verið erfiðara að komast í það að kaupa sér húsnæði, það alltaf verið erfitt og á að vera erfitt en nú það bara svona alltaf því ómögulegt ef að þú átt ekki bakgrunn sem getur hjálpað þér með einhverju stórum hlutum eða fara inn í hlutdeildarlán og eitthvað svona sem ennþá svolítið á gráðum stað sko. Hvað segja þingmennir? Þetta bara mjög erfitt ástand bæði það þessi háa verðbólga, það hækkandi atvinnuleysi líka ofan í það þannig að við erum bara á erfiðum stað ég ræddi það nú í þinginu held ég síðustu viku hreinlega að var að benda á það við erum þarna náttúrulega 63 þingmenn og margir þessara flokka vil nú þannig til segjast nú vera svona frjálslyndir og markaðsþengjandi og var þá svona óska eftir að bjóða fram okkar aðstoð til þess að vinna að þessum málum en á það hefur ekki verið hlustað ekki frekar en ríkisstjórnin hlustar einmitt á Seðlabankann eða fjármálaráð þetta því miður svolítið bara sjálf skapað og svo bætist ofan á þessi skrýtni tímar í alþjóða stjórnmálunum hækkandi olíuverð og það en meiri sér óháð því að þá þetta miklu leyti bara sjálf skapað og svo vonda við þetta að ríkisstjórnin og Kristrún Frostadóttir var kosin til þess að vinna þessu bug bara og með svona miklum djörfum yfirlýsingum að hún kynni öll trikkin til þess að laga þetta svo bara tekst það ekki og það er og þá finnum við okkur einmitt í þessari stöðu að fólkið treystir ekki stjórnvöldum, það treystir ekki og þá þessi verðbólgu væntingar sem eru svo háar langt yfir yfir 4% bara næstu 5 árin
og þá allir að reyna að verja sitt með þessu höfrungahlaupi og ég fór keypti mjólk í Hagkaup, ég ger nú fyrir nú ekki endilega alltaf í Hagkaup sko, en hún kostaði sko held ég 306 krónur sko. Mjólkulítirinn sko, D-vitamin bætt mjólk kannski, með plastaba en þú veist, þetta svona, það hækkar allt sko, allar gjaldskrár og ríkin alltaf búið að vera þar leiðandi það finnst mér líka eiginlega slæmt sko að þú veist að það eru þú veist þessi félög eigu ríkisins sem að, þú veist, með eigendastefnu og það bara mjög rík arð sem skrafa til þess að leiðir þetta hvort sem sko, eins og ná til dæmis þessu markmiði stjórnvöldum hallarlaus fjárlög, það bara hækkað gjaldskrár sko og Reykjavíkurborg náttúrulega hefur stundað þetta í lengri tíma, þannig að veitur og orkuveituna og hvað þetta heitir allt saman sko. En þið viljið selja það? Já. Almýflokkurinn í Reykjavík. Já, ég byrja bara... Ég með Ara Já. Og mér fannst þetta alveg bráðfundin klaufaskapur í honum. Hvað var það? Þegar hann keyrði í Austurstræti. Já, en það var nú svolítið fyndið samt. Það er svona fólk náði allavega bílleysinni. Það var ekki til tekna, held ég. Já, ég held svona að fólk náði nú sneiðinni að bílar eru ekki velkonir í miðbænum og við þekkjum það víðum heim. Í gömlum borgum að bílar og fólk á bara gangandi vegfarendur bara geta alveg farið vel saman. En varðandi efnahagsmálin, þá var ég aðeins að koma inn á það af því það er svo grátlegt. Það er svo grátlegt hversu, eins og Sigurður Örn segir, heimatilbúin vandinn er. Við vorum í þinginu fyrir áramót með nokkuð frumvörp. Það voru ekki bara við í minnihlutunum sem vorum að benda á það, heldur bara gríðarlega margir í umsögnum til þingsins að þessi frumvörp myndu valda aukinni verðbólgu. Og það var eins og við komum inn á í byrjun, það var bara ekki hlustað, þannig að þetta var algjörlega fyrir séð. Við hefðum getað haldið áfram á réttri braut ef að þessi ríkisstjórn gerði bara sem kosin út á, taka til í ríkisfjármálunum og þá værum við alltaf öðrum stað og í því ljósi þá bendi ég bara á að ríkisútgjöld eru að aukast meira milli ársins fyrir núna heldur en nokkur önnur ríkisstjórn hefur aukið útgjöld samt komaði fréttir og segja þess að taka til en þau hækka skatta þannig að þetta er algjörlega og þau ganga undan með svo slæmi fordæmi krónutöluhækkanir eru langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans þannig að þetta er algjörlega á ríkisstjórnina og núna það sem við þurfum að gera er við verðum bara að taka til í ríkisfjármálunum það er eina sem að mun koma sterkt inn Eitt af því sem bara örsnögt sem er samt svo ég verði nú að tala fyrir kerfinu mínu það er náttúrulega mínu viti alveg klart allan í okkar kerfi þá var komin inn við að skuld það er bara þannig sérstaklega í framhaldsskólanum sem hefur náttúrulega átt erfitt uppdráttur að sækja fjármagn sem að lofa 2015 að það er auðvitað bara eitt af því sem að ég hef líka ákveðnar áhyggjur á við vitum það nú við verðum að setja mjög mikið af hlutum inn í vegina því ég keyri það nú til dæmis það er auðvitað líka atriði sem að ég held að þurfi að passa sér líka á hérna við þurfum einhvern veginn að taka sér inn við það skuld það er einhvern veginn það sem er og ég held að menn þurfum einhvern veginn að fara að hugsa út fyrir kassan í þessu vegna þess að annars vegar það að við erum innviðaskuld sem er farið að snerta mjög marga heilbrigðiskerfið, skólakerfið alveg klárlega og vegakerfið en svo líka þetta, við verðum einhvern veginn að koma þeim hvata á að ungt fólk geti fjárfest í húsnæði og ég er náttúrulega búin að sitja í hópum og það er síðasta ríkisstjórn var í vinnu sem sneri að íbúðamálum, það er líka hópur núna og það er einhvern veginn, það er einhvers staðar fast í skrúfunni að það er þannig að þetta er einhvern veginn þannig að það er svo mikill kostnaður við að búa til íbúðir að það tekur ekki að selja þær, það er svo dýrar en við þurfum samt að fá íbúðir til þess að setja inn á markaðinn og þetta er svona samtal sem við höfum verið hluti af og þá farum við að tala óhagnaðardrifin leigufélög og þá bara erfitt að fá verktaka til þess að taka þátt í því í þeirri stöðu sem við erum í dag með hátt vaxtastig aðföng sem eru dýr þannig að það er einhvern veginn þannig að þjóðarsátt, eitthvað þjóðarsamkomulag það, að þetta stefnur ekkert einhvern stað sem ég held að þurfi að fara út fyrir einhvern hefðbundin kassa því að ef að hvatin er hjá ungu fólki í dag er orðið bara það að fara að segja við nei, ég ætla bara að fara að leigja ungt fólki í dag segir bara þetta við okkur getur ekki KÍ byggt leigubúð ég ætla bara að fara að leigja, ég ætla ekki að fara að kaupa það er svo vitlaust að kaupa, þetta er bara hættuleg umræða þetta, ef ég má bara rétt grípa þetta er alveg rétt hjá honum að það er allur fókusinn í þessa átt í staðinn fyrir að gera hvata fyrir bara fólk sem vill standa sig vel, vill kaupa sína eign og vera duglegt en þetta
varðandi líka þessi innviðaskuld, sko. Þetta snýst líka um það að skeri burtu fituna og hugsa grunn innviðana eins og í sveitarstjórnarmálum. Hvar ætla að setja peningana? Ætla að vera að eyða 143 milljörðum í einhverju loftslagsskatta sem við vitum ekki og ríkisstjórnin er ekki alltaf búin að svara í hvað er að fara. Menntakerfið, nú var ég aðeins að segja, það er samt eitt dýrasta menntakerfi í heimi. Þannig að við þurfum líka að hugsa hvar megum við gera betur og þannig að það þarf víða að taka til, sko. Þú er búin að kasta bolt á loft núna sem að hann verður bara að vera þar. Ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir. Magnús Þór og Nanna Margrét. Takk fyrir. Og hér eftir augnablik áætla ég til Evrópu með Haraldi Ólafssyni veðurfræðingi og Helgu Völu Helgadóttir lögmanni. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Það geta allir sýnt góðvild öllum og það ekki bara geta, heldur á fólk að sýna öllum og öllu góðvild og það er engin vandi, sko. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á góðvild. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
Já, við höldum áfram hérna í Sonum Egils. Við ætlum að ræða Evrópusambandið og hugsanlega aðild að því eða aðildar viðræður og til mín eru komin Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, og Helga Vala Helgadóttir lögmaður. Verið bæði velkomin. Takk. Mér heyrist á okkur því að við stáður. Já, yfirlega. Ofta mörgum sinnum í Vesturbænum og annar staðar. Já, ég átti við í svona umræðu. Já, einu sinni hér. Einu sinni hér, já. Já, það er ekkert svo mikið, það er svo mikið talað á samstöðunni. Það er alveg 4-6 klukkutíma umræður á dag, sko. Herðu, en hérna, Haraldur, akkur má ég ekki hérna skoða hvað í boði? Það er alveg ljóst hvað í boði. Það er bara, Evrópusambandið í boði með öllum þessi reglum, þessum 170.000 blaðsíðum sem það er það sem stendur til boða og maður er auðvitað ekkert að fara að rannsaka eitthvað sem bara liggur opið fyrir. Þetta er eins og að senda geimfar til tunglsins til þess að athuga hvort það sé ekki einhver ostur þar, sko, og svo fara menn að spyrja hvort að ostur sé ekki góður og hvort það væri ekki gaman ef við fyndum ost, en talsmenn Evrópusambandsins segja þetta bara berum orðum og það stendur líka í gögnum Evrópusambandsins að það sé lög sambandsins séu ekkert til umfjöllunar í aðlögunar viðræðum. Man geta fengið einhverja tímabundnar undanþágur eins og norðmenn fengu á fleiri en í Evrópusambandinu er þá lög Evrópusambandsins sem að ráða og að fara að borga einhverja marga milljarða til þess að fara í einhverja rannsóknir á því það er alveg út í bláinn. Ef þetta væri einhvern veginn öðruvísi þá hefðu þessi menn sem að hinga hafa komið undanfarna vikur og mánuðið, þá hefðu þeir væntanlega boðið upp á eitthvað en þeir bjóða bara ekki upp á neitt. Fréttamenn bíða í ofvæni eftir því að fá einhver safarík tilboð og svo bara kemur ekki neitt nema tilboð samtal. Það má ég ekki velja það, hvort ég vilji fara í Evrópusambandið ekki. Já, þetta er bara dálítið ágætt spurning, sko, sem og hún er vel til þess fallin að lyfta þessari umræði dálítið upp. Það er nefnilega þannig að nú erum við í þeirri stöðu að býsna drjúgur meirihluti þjóðarinnar vill ekki fara þannig. Og ef eitthvað er að marka skoðanakannanir þá fer þessi hópur stækkandi. Nú, innan þessa hóps er nokkuð stór hópur sem er alveg svakalega harður í þessu máli. Fyrir þessu fólki þá eru það mannréttindi að fá að vera þegnar á Íslandi en ekki að þeir og þeirra afkomendur verið þegnar í upprennandi herveldi, fransk-þýsku herveldi. Menn líta á þessi mannréttindi og menn líta líka á þessi mannréttindi að fá að vera þegnar í samfélagi sem er lýðræðislegt í þeim skilningi að því er stjórnað af fólki sem er kosið af íbúum landsins. Og þá bara kemur upp svo spurning, er eðlilegt að kjósa burtu mannréttindi? Þetta fólk svarar því algjörlega afdráttalaust neitandi og ég hallast nú í þessa átt sjálfur. Hafa íbúar þeirra landa sem er í Evrópusambandinu afsalað sér þessum réttindum? Já, þetta er náttúrulega ekki fullvalda ríki í hefðbundum skilningi og það er nú bara þannig í þessum herveldum í Evrópu að það er önnur menning heldur en hér. Fólki finnst það alveg sjálfsagt að fara út að drepa 1 milljón manns í pólitískum tilgangi ef að svo ber undir og það er auðvitað afskaplega skrítið svona í augum flestra Íslendinga. Nú, svo er það auðvitað þannig að svona fyrir utan þennan hernaðarþátt sem ég nefni hér, þá er það auðvitað þannig að þessi lönd eru afskaplega lík hvert öðru. Danmörk er í raun og veru mjög lík Þýskalandi og tungumálið nánast þýsk mállýska og það kemur ekkit svo mikið að sök, sko, þótt að Danmörk sé stjórnað af Þýskalandi. Því að flest lög sem að menn finna upp á þarna í Evrópusambandinu þau henta þokkalega vel í Danmörku og það á hins vegar í miklu minna mæli við Ísland. Það er smæð samfélagsins og það er bara landfræðileg staða, það eru atvinnuveginir sem eru öðruvísi, þannig að það er miklu dýrara fyrir okkur að koma okkur í þá stöðu að þurfa að taka við lögum sem er bara færibandi sem eru samin fyrir einhvert annað samfélag heldur en fyrir Ísland. En við erum svolítið að því? Já, við erum svolítið að því, það þarf einhverjum tímapunkti þarf að vinda von á því, en það er annar mál, tökum það ekki núna. Helga Vala.
er ástæða til að á hvað munum við græða? Já, ég held að við ég fæ að svara. Já. Ég gæti ekki stílt mig. Nei, ég veit. Já, ég veit. Ég veit þú verður búin að fyrirgefa mér þegar við förum hérna út. Því treysti ég á það. Takk. Já, sko, hér erum við að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það hvort að við eigum að fara í samningaviðræður. Nú er ég lögmaður og leikkona og ekki veðurfræðingur sem spái í hvort kannski koma ský og kannski ekki. Þannig að við erum auðvitað ekki alveg á sama stað. En ég vinn við samningagerð og samningatilraunir á hverjum einasta degi í minni vinnu. Og þar fer maður inn á fund með ákveðnar hugmyndir, leggur fram ítrustu kröfur, sumar kröfurnar ganga upp, sumar eru auðfengnar og aðrar þarf að hliðra til. Þegar að stundum nást samningar og stundum ekki og þannig er það í samningaviðræðum og það er aldrei ráðlegt í áður en sest er að samningaborði að gefa upp allt sem maður er að hugsa, láta mótherjan vita allar kröfurnar í byrjun af því að þá er maður og heldur ekki hvar maður getur hugsa sér að gefa eftir á hvaða sviðum, hvaða hlutir það eru sem skipta kannski ekki máli og hvaða hlutir það eru sem eru algjörlega þannig að það er engin leið að hliðra til. Þannig eru samningaviðræður og mér langar svolítið að við svona bara hugsum okkur það aðeins. Það er svo margt sagt í þessari umræðu sem að á ekki við rök að styðjast okkar nágranna sem að hafa tekið ákvörðun að vera með í þessu samstarfi. Við erum að tala nánustu bandamenn eins og Norðurlöndin. Hér var talað að dönsk lög væri svo lík þýskum en það ætti alls ekki við Ísland en við tökum upp við berum okkur saman við Norðurlöndin, sérstaklega Danmörk og ef maður horfir á lagasafnið okkar þá er það meir og minna afritun frá dönskum og norskum rétti og þetta bara lærir maður í lagadeildinni og að maður þarf að lesa þetta á dönsku og norsku og það var náttúrulega mörgum býsna erfitt og er mörgum býsna erfitt að gera það þrátt fyrir okkar grunn- og menntaskóla dönsku. En að segja að við séum á einhvern nátt allt öðruvísi en til dæmis Danmörk. Bara það, litla atriði sem að var hér sagt áðan, það bara því miður er ekki rétt. En það sem ég vil leggja áherslu á er að við erum fullvalda ríki. Öll 27 ríki Evrópusambandsins eru fullvalda ríki. Og það skal enginn reyna að segja eitthvað annað. Ég hef heyrt fólk halda því fram að það að vera ríki Evrópusambandsins sé eins og að vera eitt af ríkjum Bandaríkjanna. Þetta eru þetta bara algjört bull. Það er ekkert fylki í Bandaríkjunum sem getur til dæmis á grundvelli fullveldis gert þjóðréttarlegan samning við annað ríki. Það er ekki þannig. En ríki Evrópusambandsins geta gert það. Af því það eru ákveðnir hlutir sem að þessi ríki eru í samstarfi með og annað ekki. Nú, að kjósa í burtu mannréttindi, stærstu mannréttindakaflar íslensku stjórnarskrárinnar og annarra laga á Íslandi eru óvart líka komin út frá þessu samstarfi Evrópuríkjana. Evrópulandana. Ég meina við erum meðlimir í Evrópuráðinu, mannréttindasáttmála Evrópu og þetta hefur bara lyft okkur ansi langt og haldið utan okkar mannréttindi. Þannig að mér finnst mjög skrítið af formanni Heimssýnar að halda því fram annars vegar að við munum missa fullveldi okkar og að við séum að
að fórna öllum okkar mannréttindum, að kjósa í burtu mannréttindu okkar. Þú veist, þessi málflutningur, hann er ekki málstað okkar allra þjóðarinnar til hagsbóta að fara fram með svona vilsu. Haraldur. Já, ég stend nú við allt sem ég segi í þessu samhengi og þetta er auðvitað grafalvarlegt mál þegar á að gera Íslendinga að þegna í þessu evrópska herveldi sem að í raun og veru illa haldið af stríðsæsingi. Kekir barnaskapið á mig, mér finnst þú ruggla saman Evrópusambandinu og NATO. Ég er alls ekki að því, sko, ég er að tala Evrópusambandið, við verðum aðtúa það að Evrópusambandið er í þeirri sérstöku stöðu og ríkin sem að stjórna því, þeir eru í mjög sérstöku stöðu að hafa tekið við stór styrjöld, það sem er búið að drepa 1 milljón manns af Bandaríkjónum sem hafa gefist upp á þessu stríði. Þetta er mjög sérstök staða sem er alltaf einu komin upp í alþjóðamálum og algjörlega skjön við það sem hefur verið svona undanfarna áratugi þar sem að Bandaríkjun hafi verið herskafasti aðilinn og kannski er það breytast aftur núna, ég skal ekki segja það en sko það sem ég er að útskýra hér er að það finnst bara mjög mörgum Íslendingum að þetta séu mannréttindi að fá að vera ekki þegnar í herveldi og að fá að kjósa sér aðila sem að setja lög í landinu, taka ekki bara við þeim í tölvupósti frá útlöndum. Það er auðvitað rétt sem að Helga Vala segir Evróparáði sem er bara allt annað hlutur heldur en Evrópusambandið og það er hins vegar kostulegt að hún skuli nefna það hér vegna þess að menn er í svo stórkostlegum vandræðum með að finna rök fyrir því að ganga í Evrópusambandið að það þarf að tína til eitthvað annað sem er óskipt og þess vegna er dregið fram Evrópuráðið sem er bara allt annað hlutur. Nú, samningaviðræður eru auðvitað með... Er þetta spurning mannréttindi? Fórnum við mannréttindum okkar? Já, sko, ég hallast að því og það er auðvitað skipta skoðanum það hvort að það séu mannréttindi að fá að vera ekki þegn í herveldi sem er illa haldið af stríðsæsingi. Menn verða bara að meta það sem að hlusta á okkur hvort að það sé þannig eða ekki. Ég hallast að því, já, og mér finnst það líka vera mannréttindi að fá að vera þegn í lýðræðissamfélagi og ég líti auðvitað ekki á það sem lýðræðissamfélag ef að lögin koma bara í tölvupósti frá útlöndum og við erum ekki nokkuri aðstöð til þess að hafa neinn áhrif á þessi lög. Nú, það er auðvitað þannig með samninga að þeir eru með ýmsum hætti. Og núna vill ríkisstjórnin fara í einhvers konar samninga við Evrópusambandið að við verðum þegnar í þessu sambandi. En við vitum ekkert það hvað hún ætlar að semja Hún segist ætla að vera hörð, selja Ísland fólk dýrt eða vera ægilega hörð í þessu sambandi en hverjir eru kröfurnar? Við bara höfum enga hugmynd það. Við höfum greinargerð með ályktun Alþingis sem var samþykkt á sínum tíma þegar það var sótt og í þeirri greinargerð er listi yfir alls konar kröfur en ríkisstjórnin getur ekki einu sinni verið afdráttarlaus hvort að hún ætlar að standa við þær kröfur eða ekki. Þetta er allt saman í algjörlega lausu lofti sem er auðvitað... Þá frá það sem frá var horfið. Ríkisstjórnin getur ekki einu sinni verið afdráttarlaust hvað það varðar. Ætlar hún að halda áfram það sem frá var horfið í þeirri merkingu að skilyrðin sem að þá voru sett séu enn í gildi. Það er bara óljóst, það er bara vægast átt óljóst og það er auðvitað ekki hægt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu á þess að allt svonalega liggi beint fyrir og nú, svo er það náttúrulega með þetta samband að jafnvel þótt eitthvað væri hægt að semja einhvern loðinn texta sem að Evrópudómstóllinn myndi reyndar bara að dæma ógildan einhvern tímann seinna eftir 5 eða 10 ár en það væri hægt að plata Íslendinga með til þess að fá það til þess að ganga inn þá er það bara með þetta samband að það stendur bara við samninga þegar það nennir því. Sambandi stóð ekki við EES-samningin þegar að koma að því að setja viðskiptahindranir á kísilmálminn. Þá bara, þeim fannst þá svo eðlilegt að standa ekki við samningin að það var alltaf að þeir tækju því að tilkynna, að þeir nefndu að tilkynna það. Þeim fannst þetta svo eðlilegt. Og svo er það líka þannig að gagnvart smáþjóðum þá eru valdheimildir sambandsins svo gríðarlega miklar, til dæmis í utanríkismálum, að því er í lófa lagið að breyta öllum samningum, knýja fram breytingar á einhverju sem hefur verið samið
Það er bara svo auðvelt ef þú hefur sko 100 aðra þætti sem þú getur, þræði sem þú getur bara tókað í. Já, breyta bara til að breyta. Já, það er bara setja einhverjar sérstakar reglur sem eru óhagstæðir í Íslandi og lofa að draga það tilbaka, sko, ef menn er ekki menni leiðind út af einhverjum samningi sem að gerður í sambandi við aðlögunarviðræður. Helga Vala, hvað er... Ég var ekki búin að svara Helgu alveg, hún var að tala um þetta með Danmörku og Þýskaland. Það er auðvitað þannig að íslenskt samfélag er mjög ólíkt þessum evrópskum eiginland samfélögum. Þetta eru iðnaðarsamfélög, þau lifa á tiltölulega háþróuðum iðnaði. Við lifum á nýtingu náttúruauðlinda. Við lifum á því að veiða fisk, við lifum á því að sýna ferðamönnum náttúruna og við lifum á því að vinna orku. Þetta er allt öðruvísi heldur en samfélagi þarna. Við búum við mikið fámenni og það er í mjög mörgum tilvikum þar sem að bara hendar ekki að taka lög sem eru skrifuð fyrir 100 miljón manna samfélag og bara setja þau bara hér á Íslandi eins og ekkert sé. Það getur þurft að ráða 1000 manns bara sig svona til þess að framfylgja einhverjum reglum sem fylgja þessum lögum. Og hvað ætlum við þá að gera? Sníkja pening til þess að geta borgað fyrir 10 fyrstu sem við ráðum og borgum svo restina sjálf. Svona verður þetta. Þetta er bara þannig. Og það er sko þetta með fullveldið. En hún talaði svo margt, sko, hún sagði svo margt og hérna, það er eitt eftir, fullveldið er bara þannig að fullvalda þjóð er ekki þjóð sem að tekur fyrir lögum í tölvupósti og með þeim skilabóðum að ef hún hlýtir þeim ekki þá verði henni refsað. Og svo sleppum við aldrei út aftur. Ef við förum einu sinni inn, sleppum við ekki út. Helga Vala, hvað er það eftirsóttasta fyrir okkur sem einstaklinga að gangi í Evrópusambandi? Já, það er fjölmargt. Út frá svona alþjóða pólitíkinni þá skiptir mjög miklu máli að stilla sér upp með líkum þjóðum, að vera þeim megin. Það eru svona ákveðin óveðurský og ég átta mig alveg á því að það eru aðilar sem að vilja frekar að við stillum okkur upp við hlið Pútíns. Það er alveg þannig. Það eru málsmetandi fólk sem að telur að það sem meiri friður í kringum Pútín heldur en Evrópusambandið. Ég er því ósammála. Ég er líka ósammála því að Donald Trump sé meiri friðarsinni. Þannig að eða Netanyahu, þú veist, en það eru einhverjir aðilar sem að vilja frekar að við séum að stilla okkur upp með þeim þjóðum gegn Evrópusambandinu og maður hefur orðið var við það. Ég lít svo á að ég greiði já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust með því að fara í samningaviðræður til þess að við sjáum hvers konar samning við getum fengið fyrir komandi kynslóðir, fyrir börnin mín sem að eiga eftir að fjárfesta í fasteign, mennta sig og gera ýmislegt slíkt sem að við sem eldri erum höfum farið í gegnum að kaupa fasteign, borgana nokkrum sinnum, skulda ennþá 20 milljónir í námslán og svo framvegis. Þú veist, mér finnst bara að krakkarnir mínir eigi betra skilið og að ég, verandi núna á ágætis launum, þú veist, ég er orðin 53 ára, nei, ég er 54 ára fyrirgefið þið, ég þarf að reikna. Ég sko, mér er engin vorkunn, ég er búin að vera í þessu alla tíð, einhvern veginn, en ég vil að börnin mín fái annars konar umhverfi. Við erum rík þjóð, við höfum það gott, en það er ekkert eðlilegt við það að við séum að borga húsnæðið okkar 4 sinnum upp og borga miklu hærri afborganir af lánum en þekkist í Evrópuríkjunum. Nú er það þannig að laun í Evrópusambandinu er ekki eitthvað eitt. Ég meina, laun á Norðurlöndunum eru mun hærri heldur en laun í Búlgaríu, Ungverjalandi og Portúgal. Þannig að þegar því er slengt fram að við séum með miklu hærri laun, að þá er auðvitað, þá eru ríkin ekki öll eins og atvinnuleysi er ekki það sama í öllum þessum ríkjum. Þannig að það er þetta, mér finnst ég ekki geta svipt þau tækifærinu á að sjá hvernig samning við fengjum eftir
eftir samningaviðræður. Og mér finnst það bara frekja af mér að segja nei, þið fáið ekki að sjá samningin. Nú sagði Haraldur Ólafsson hérna áðan að það væri galið að hefja samningaviðræður án þess að vita hvað stæði í samningnum og án þess að vita nákvæmlega hverjar kröfurnar væru. Ég sagði hérna áðan að þegar maður er að hefja samningaviðræður þá getur maður ekki sett fram allar kröfurnar sínar á borðið áður en að samningaviðræður hefjast. Af því að það er ekki góð samningatækni. Af hverju? Vegna þess að þá maður búin að sýna á öll spilin í byrjun. Maður er algjörlega búin að slengja öllu fram strax og þá er svo erfitt að tvíka. Það er betra í samningaviðræðum að maður segi hér liggur þessi lína og svo veit maður hvar maður er tilbúin til að gefa eftir annar staðar og þá getur maður samið. Ég er tilbúin til þess að láta þig hafa þessa hérna gulrót en þá vil ég líka fá þetta á móti. Og þarna þarf maður að vera klókur. Þess vegna þurfum við að hafa okkar besta samningafólk við borðið þegar þessar viðræður eru hafnar. Ekki þannig að við séum búin að henda bara öllum spilunum okkar á borðið og höllum okkur aftur og látum viðsemjendur okkar bara spilið. Mér finnst það bara, hafandi verið í þessum business, þá er það bara mjög óklókt. Það hefur verið kvartað yfir því að þjóðin hafi ekki verið spurð áður. Þeir sem eru núna á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst er sama fólki og var brjálað yfir því að þjóðin skildi ekki hafa verið spurð þegar þingið ákvað að fara af stað í samningaviðræður að síðast. Og núna er ákveðið að spyrja þjóðina eins og krafist var af Sigmundi og fleirum og Sjálfstæðisflokknum og örugglega Ögmundi og einhverjum sem eru með honum Haraldi í klúbbi. En þá má það heldur ekki. Það má heldur ekki spyrja þjóðina fyrirfram af því að samningur liggur ekki á borðinu. Þú ert nálega velkomin í klúbbin. Þú veist, mér finnst þetta, ég skil þetta ekki alveg. Þú veist, núna er verið að spyrja tvisvar. Eigum við að setjast niður í samningaborðið og svo þegar samningur er komin, þá voru við spurð aftur, hvernig lýst ykkur á þetta? Hvernig er fórnandi? Getur fórnað hluta af fiskveiðiheimildum? Nei, ég meina aðeins varandi löggjöfina. Við erum að, ef við yrðum aðilar, þá erum við þetta að fórna einræði á ákveðnu málaflokkum. Nú er það svo að við erum nú þegar í EES-samstarfinu og ný skýrsla sem var gerð í Noregi á síðasta ári sýnir að við erum að taka upp 70-75% af regluverkinu. Það er þannig. Og talandum færiband, við erum ekki inn í herberginu þegar þeir hlutar eru ákveðnir. Við erum ekki inn í herberginu, við sitjum fram á gangi. Og ég skil ekki, það hlýtur þá að vera markmið klúbs Haraldar að við hættum í EES-samstarfinu og það væri kannski næsta spurning. Er það markmiðið? Af því að við erum í svo miklu samstarfinu þegar. Ég held að ávinningurinn sé að við verðum við borðið, að við verðum í krafti okkar fullveldis einmitt við borðið og greiðum atkvæði, höfum áhrif á þeim stöðum sem skipt okkur máli og svo framvegis. Fyrir nokkrum mánu síðan, þá voru við Helga Vala saman ritstjórn á tímaritinu Mannlífi sem var að fréttatímaritinu og við skrifum allt og þar á meðal Evrópusambandið og þá kom þetta veiðirreynslunni að við erum með veiðirreynslu í íslenski landhelgi fyrir að færa eitthvað. Þess að þjóðir hafa mörg 100 ára veiðirreynslu á Íslandsmiðum. Miklu meiri Þetta er bara raunveruleikin er sá að þessar þjóðir hafa veitt í mörg 100 ára á íslenskum miðum. Þau eru ekki með kvóta á Íslandi. Tímaspursmál hvenær þau fatta það? Nei. Já, sjálfsögðu, þeir voru hér hvenær þau fatta það? Við útlutum veiðirreynsla, Þjóðverja, Frakka, Spánverja á Íslandsmiðum er mörg 100 ár. Já, en það er ekki núna, það verður hort til veiðirreynsluna núna. Já, þeir horfa nú kannski bara í eitthvað svona stærra samhengi. Nei, þetta er ráttjöður. Þetta er bara raunveruleikin. Nei, svo er að Maastricht-skilyrðin, við stöndumst þau ekkert. Akkur hefur áhyggjur af þessu? Við komumst ekki yfir þröskuldin eða hvað? Já, ég hef engar sérstakar áhyggjur af þessum Maastricht-skilyrðum, Þú ættir að hafa bara alls ekki áhyggjur af þeim, þú ættir að reyna að halda í þau.
í sambandi við þessi vextamál og það allt saman, þá er það auðvitað þannig að ef að menn vilja fá lága vexti og litla verðbólgu, þá verður það alltaf hlutverk innlendra stjórnvalda að koma málum þannig fyrir. Og menn taka ekki upp evru fyrir að þeir eru búin að vera í þeirri stöðu nokkur ár. Og það er auðvitað þannig að sko ef það hefur ekki verið gert eins og hefur ekki verið gert á Íslandi, þá þýðir það bara að það eru aðrir hlutir í meiri forgangi heldur en að vera að gera þetta. Og það Þú eru það ekki dönsku og sænsku leiðina, bara tengja við evru? Já, af einhverjum ástæðum að þá vilja þessar þjóðir ekki, Svíjar og Danir og Pólverjar og fleiri, vilja ekki taka upp evru. Og það er auðvitað mjög skiljanlegt vegna þess að þeir vilja hafa ákveðin sveigjanleika fyrir efnahagslíf viðkomandi landa og þeir átta sig líka á því að það er nóg erfitt fyrir þessar stóru þjóðir að ganga út af bandalaginu eins og staðin er núna. Þeir munu aldrei komast út ef þeir eru búin að koma sér upp evru. Því að þá bara fer alltaf á hann endan sko, þegar bara daginn sem þeir ákveða, bara daginn sem einhver stjórnmálaflokkur færi eitthvað fylgi sem stjórnmálaflokkur sem vill ganga út. En við verðum aðeins að taka þessa klísjur aftur í samband við menntun og 70% af reglum. Háskólar í Evrópu standa Íslendingum alveg galopnir og hafa gert það bara mjög lengi og það hefur ekkert með þetta Evrópusamband að gera og styrkir það? Ég menn vilja styrkja íslenska nemendur þá er það sjálfsagt að gera það sko. Nei, háskólar í Evrópu hafa staðið Íslendingum til boða í mörg ár og aldir og EES hefur bara ekkert með það að gera allavega mjög lítið. Það er frjálst flæði. Já, það er frjálst fræði stúdenta á milli landa í Evrópu hefur verið og bara mjög lengi. Það er ekkert út af EES. Nei, elsku vinar, það er ekkert með EES að gera en okkur maður hér var að læra í Evrópu. Það þarf að sækja sérstakt dvalarleyfi ef við værum ekki í EES. Það þarf alltaf að tilkynna sig inn í landið. Tilkynna er allt annað heldur en að sækja dvalarleyfi. Nei. Jú, þú veist það. Nei, það er bara ekki þannig. Sko. Ég þekki þetta sjálfur, ég var í Evrópusambandinu bæði fyrir og eftir að EES kom til sögunar og það skipti engu máli. Nú, við skulum, sko, það er þannig að það þarf að ræða hluti eins og til dæmis kostnaðin við þetta allt saman. Nú Ríkisstjórnin hefur gefið út það að það eigi að kosta 2 milljarða að fara í þessar aðildarviðræður sem að er nú að öllum líkindum stórkostlegt vanmat, það nú að fá nánara upplýsingar það hvað liggur þar að baki, en sko menn sækja ekki aðild að Evrópusambandinu eða bara hvaða klúbbur sem nema þeir hafa einhvern áhuga að ganga inn. Og þá þarf við að liggja fyrir hvað það kostar að vera þar inni. Það er málið 29. ágúst. Já, það þarf að liggja fyrir 29. ágúst hvað kostar að vera í þessum klúbbi. Og ríkisstjórnin hefði þetta fyrir löngu átt að vera búin að rekna það út og leggja þá rekninga fyrir. Nú erum við búin að skoða það svo lítið, vinir hér og fólk svona sem hefur áhuga á fullveldi Íslands og þá kemur bara í ljós að beinn kostnaður við þetta, hann slagar upp í það að vera 10% af tekjum íslenska ríkisins. Hann er langt yfir 100 milljarðar á ári og það eru peningar sem að bara beint út gluggann. Og þetta eru gríðarlegir fjármunir, þetta eru 2 til 3 Fjarðarheiðargöng á ári. En aðra þjóðir ráða við það eitthvað? Já, nei, það er fá peningin, sko, það er fá styrkin á svona. Já, ég meina það er þessar ríku þjóðir að þær hafa borgað mjög mikið inn í Evrópusambandið og fyrir lönd eins og Þýskalanda þá svona menn, þau telja að það borgi sig að gera þetta og þeim finnst eðlilegt líka að kaupa vopn og sprengjur fyrir mjög háar upphæðir sem að flestum Íslendingum svona finnst ekki sérstaklega sniðugt að gera og það er margt í þessu máli en til dæmis sem að veldur því að þetta kostar svona mikið. Hvaða tölu nefndirðu? Ég nefni 100-200 milljarða á ári. 100-200 milljarða á ári? 150 nærlega. 100-150 milljarða á ári? Já, að mitt. Það er spurnarsvipur og Helgu, þú voru að gefa mig 2 mínútur til þess að útskýra þetta fyrir henni. Þú fá 15 mínútur, 25. Tökum því á orðinu. Já, það eru 30-35 milljarðar í beinfélagsgjöld.
félagsgjöldin eru reiknuð út frá þjóðartekjum og þau eru reiknuð út frá virðisaukaskattsstofni. Þá það tollarnir sem Evrópusambandið mun leggja á þær vörur sem að Íslendingar flytja inn frá þriðju löndum sem eru utan Evrópusambandsins. Og það auðvitað mikill innflutningur svona miðað við einhvern hrepp í Frakklandi eða Þýskalandi sem að flytur inn ekkert óskaplega mikið frá löndum utan Evrópusambandsins. Þar erum við að tala svona upphæða stærðargráðinu 20 milljarða. Svo það nú svona að þótt að menn greini á það hvort að íslenska stjórnkerfi sé stórt eða ekki og báknir sé mikið, þá íslenska stjórnkerfi lítið miðað við stjórnkerfi minnstu landa í Evrópusambandinu. Og Evrópusambandi gerir mjög skýrar kröfur að stjórnkerfi verði styrkt eins og þeir orða það. Og það þýðir auðvitað að það þarf að ráða fjöldan allan af fólki inn í stjórnkerfið. Og þar erum við að tala kostnað upp á kannski 20 milljarða eitthvað svoleiðis. Þetta innan allra ráðuneytanna og þetta eru mjög mörg verkefni sem að þarf að sinna að kröfu sambandsins. Kannski eru einhver af þeim verkefnum skynsamleg, ég skal ekki segja. En þetta allavega peningur sem að menn þurfa að finna. Og svo Helga Vala, síðast en ekki síst að þá það kostnaðurinn við hernaðaráætlun Evrópusambandsins og hann ekki lítill. Evrópusambandið búið að leggja fram áætlun það að setja 800 milljarða evra í vopn. Og það getur vel verið að ríkisstjórnin kunni einhverja leið til þess að sleppa við að borga það, en þá ætti nú auðvitað að segja það við okkur og þannig að við getum þá kannski notað þá aðferð til þess að sleppa við aðra reikninga. Þetta, ef við deilum þessu niður á Íslendinga, þá það 55 milljarðar á ári. Að meðan að þessi áætlun í gangi, svo náttúrulega tekur einhver önnur áætlun við eftir það, þannig að það engin ástæða. Það nálgast stofnfluga 200 milljarðar? Nei, ég í nær 150. Já. En hérna... Þetta eru peningar bara út gluggan. Fáum vola lítið fyrir þessa peninga. Þetta alveg svakalegar upphæðir sem að það að ræða. Þetta ekkert grín. En hérna... Ef að þetta væri eitthvað nærri raunveruleikanum... Hvað skakt í þessu? Ef þetta væri eitthvað nærri raunveruleikanum þá væri við nú búin að fá einhverja fjölmiðla til þess að fjalla þetta með þessum hætti, til dæmis Morgunblaðið sem að fer nú mikið í sinni afstöðu gegn Evrópusambandinu. En þessar tölur eru bara því miður ekki neitt nálagt raunveruleikanum. Hvað skakt í þessum tölum? Komdu nú með það. Já, ég bara vísa í gögn, ég meina til dæmis Evrópustraumar hafa verið að rekna þetta út og eru alls ekki að rekna þetta út frá því að leiða til já eða eitthvað slíkt, heldur bara út frá staðrindum. Og þar eru þetta bent á það að við erum nú þegar að borga 7,5 til 8 milljarða út af EES-samstarfinu, en við erum ekki að njóta neitt styrkja tilbaka þar. Jú, það peningar sem koma til rannsókna. Já, það mjög lítið. Það sára lítið. Milljarður eitthvað sliðis. Það nú bara þannig. Hins vegar talað ég meina auðvitað fáum við ekki jafn háar styrkveitingar til Íslands af því að við erum, það litið á okkur sem ríkt land. Við erum vel stæð. En það talað að brúttóframlag Íslands gæti verið einhvers staðar á bilinu 15 til 22 milljarðar, eitthvað svoleiðis, og þá á eftir að skoða hvað kemur tilbaka, það eru svona 11 til 17 milljarðar. Ef við horfum á til dæmis kostnaðinn sem við erum núna að greiða, bara vaxtakostnaður, þá ég ekki að tala rekstur Seðlabankans, bara vaxtakostnaður Íslands, við það að við erum með örgjaldmiðil sem svo rokkandi að það þarf sérstakt átak Seðlabanka Íslands við að reyna að halda gengi krónunar einhvern veginn ekki í lægstu lægðum. Bara vaxtakostnaðurinn 125 milljarðar á hverju einasta ári. 125 milljarðar. Og þá erum við ekki að tala kostnaðinn við gjaldeyrisvarasjóðin sem við verðum að hafa af því að við erum með gjaldmiðil sem skoppar eins og skýrdós á Ballarhafi. Þú veist, þetta rosalegur kostnaður. Ef við horfum á bara hvað við gætum annað verið að gera, ég meina, hvað kostar að reka Landspítalann á hverju ári? Þú veist, það ekki þessi peningur.
heill Landspítali, þar sem eru næstu 7.000 starfsmenn, að því að vera að tala um hvort að þurfa að fjölga 5 eða 10 starfsmenn í einhverju ráðuneyti, þá finnst fólki sem að, notabenni við erum að tala um hvort að við eigum að fara í samningaviðræður, við erum ekki að tala um já við samningi, við erum að tala um hvort við eigum að fara í samningaviðræður. Fólk vil segja nei við því, að því það vill alls ekki koma í veg fyrir að við þurfum að borga bara út af íslensku krónunni 125 milljarða á ári. Þetta fórnarkostnaður bara íslenska ríkisins og þá á eftir að skoða fórnarkostnað minn, fórnarkostnað þinn og fórnarkostnað Haraldar. Þú veist, þetta bara, efnahagslega þetta ofboðslega dýrt fyrir okkur og þetta hefur verið ofboðslega dýrt fyrir okkur áratugum saman. Það voru líka dýrt fyrir foreldra mína að vera í þessu umhverfi. Þú veist, við erum búin að ganga í gegnum þetta aftur og aftur og aftur, gengisfelling eftir gengisfelling eftir gengisfellingu og þetta bara því miður við myndum hafa það, við getum svo auðveldlega haft það miklu betra. Ég á ungan frænda sem er að mennta sig í Danmörku núna og þau voru að kaupa sér íbúð á meðan tvær dætra minna voru að kaupa sér íbúðir á Íslandi eða hafa keypt sér íbúðir á Íslandi og bera saman lánin sem að þessi systkinabörn eru að díla við. Þú veist, þetta bara ósanngjarnt. Þetta það. Og launin úti í Danmörku eru bara mjög svipuð. En það miklu ódýrara að kaupa í matinn, það miklu ódýrara að lifa þar og lánin eru bara stjarnfræðilega ólík. Af hverju eigum við að bjóða krokkarum okkar upp á þetta? Það er ekki hægt að bera saman nafnvexti í ólíkum löndum sem að búa við ólíkt verðbólgustig. Raunverulegur kostnaður við lánsfjármagn. Það er vegna þess að það hefur ekki verið forgangsmál á Íslandi að halda niðri verðbólgu. Það er alltaf verið að reyna það. Þetta er ekki forgangsmál, þetta er bara forgangur alltaf. Við ráðum bara ekki við þetta. Ef við skoðum þessi vaxtamál þá er það auðvitað þannig að það eru vextur umfram verðbólgu sem skipta máli og það eru raunvextir sem skipta máli og hverjir eru raunvextir á Íslandi. Þú ferð út í lífeyrissjóð hér og færð vexti upp á 3,6%, hjá Birtu 3,75%. Þú borgar 9% af húsnæðisláninu. Það eru nafnvextirnir. Það er ekkert mikið að borga 9% vexti af láni ef launin hækkar 12-15% og húsið hækkar 15%. En ég meina fyrir þann sem er að reyna að koma snýr inn á markaðinn. Þá er þetta bara vandamál eða bara greiðslubyrðar vandamál sem er í bankana að leysa. Bankana? Þú berður það? Þú þarft að þola það? Þetta er bara greiðslubyrðar vandamál. Þú ert alltaf að borga bara á fyrstu árunum ert að borga alveg rosalega mikið að raunvirði í eigninni og svo alltaf situr upp eftir 5 ára það áttu bara mjög mikið í þessari eign. Nei, það er ekki rétt. Það eru auðvitað þannig að þú ert að borga 8-9% vexti og húsið hækkar 10% á hverju ári. Það er óeðlilegt. Það er óeðlilegt, ég er sammála því. Það er óeðlilegt að hafa svona mikla greiðslubyrði. En það hafa menn verðtryggð lán til þess að takast á við þetta og það er auðvitað spurning. Ertu að mæla því bót þessu ástandi? Ég ætla ekki að segja hvað er sanngjarnt að borga háa vexti. En mér finnst sjálfum, ég borgaði 6% vexti af mínu húsnæðisláni þegar ég tók þá sínum tíma og á þeim tíma var umræðan ekkert svo að þetta væri mjög háir vextir, menn voru bara fegnir að fá lán. Núna fer maður út í lífeyrissjóðan og fær 3,6% vexti og ég kannaði það síðast í gær hver staða væri í Frakklandi ef ég fer í bankan í Frakklandi. Það er ekki verðtryggð lán í Frakklandi. Nei, ég er að tala um raunvexti. Og ef ég bið þú verður að taka vextina. Lán með veði í húsi sem er í svona 300-500 manna borg að þá borga ég raunvexti sem eru 0,5% hærri heldur hér. Þeir eru hærri heldur en hér. Þetta er bara raunveruleiki málsins. Þetta er eiginlega söguförsum. Nei, þetta er bara tölurnar eru bara þessar. Þú ert bara að tala um einhverja raunvexti. Já, raunvexti eru það sem skiptir máli. Það er ekki til verðtryggð. Það er hún sem skiptir máli í þessu samhengi allir saman. Ef þú vilt ekki borga þessa 9% vexti og tekur verðtryggt lán og borga 3,6% vexti og það. Mér finnst það ekkert mjög ósanngjarnt í sjálfu sér gagnvart lífeyrissjóðum sem er náttúrulega lang stærsti lánveitandi landsins og það er hlutur sem við þurfum að hafa á hreinu. Þessar 150 milljarðar sem ég er að tala um, það er sem að myndi kosta að gangi í Evrópusambandinu, að vera í Evrópusambandinu, það er peningar út um gluggann, algjörlega út um gluggann, það fæst ekkert fyrir það. En þessir 125 milljarðar sem Helga Vala er að tala um, það eru peningar sem færast frá fyrirtækjum landsins
fyrst og fremst sem eru langstærstu skuldararnir yfir til lífeyrissjóðana sem eru í eigu fólksins í landinu og það eru auðvitað ástæðan fyrir því að þetta eru lífeyrissjóður á Íslandi eru bara með allra feitustu lífeyrissjóðum í heiminum og við eigum ekki horfumst ekki augu við þessu stórkostlegu lífeyris skuldbindinga vandamál sem að ríkin í Evrópusambandinu horfast í augu við. Ertu að segja að íslenska ríki sé aðalega að taka lán hjá lífeyrissjóðunum? Já, það er dálítið mikið þannig, já. En það vissulega erum við að tala um það er verið að greiða vexti vegna lána erlendis frá. Já, það er náttúrulega bara ríkir ræður alveg í hvað gjaldmiðli það tekur þau lán og fær sjálfsagt ódýr lán í evrum eða dollarum. Ég ger ráð fyrir því. En vaxtabyrðin þessi, já. Evrópa búa báðir. Þið verðið aldrei sammála. Nei, við verðum það ekki. Það er fínt. Umræðan er góð. Haraldur Ólafsson og Helga Vala Helgadóttir, þakka ykkur fyrir. Takk. Og ykkur sem hafi fylgst með okkur í dag, þakka ég fyrir hlustuna eða áhorfið og ný dagskrá byrjar hér á morgun klukkan 8 annað kvöld. Sæla sinni.